Ég frelsaðist hérna síðustu helgi ChatGPT Já GPT sem alveg afleitt nafn svo óþægilegt nafn, við köllum velna bara chatta en allavega, ég byrjaði að nota chatta þetta síðustu helgi og chatti bara búin að gjörbreyta mínu lífi á þessum skamma tíma og ég núna á fullu bara að nota chatta í að búa til drasl og vinna og stöf þetta bara allt annað, þetta bara game changer algjör game changer það er ótrúlega hvað hann búin að gera fyrir mig bara svona skamma tíma Ertu að tala í vinnunni þá? Vinnunni heima fyrir bara name it eins og bara til dæmis, ég tók mynda af hérna kjallaragólfinu hérna það var eitthvað svona hvítt duft sem myndaðist þar og ég spurði hann hvað þetta það útskýrði hann það fyrir mér að það sé að rennur sér eitthvað vatn þarna undir og þá gufar sér þetta upp að hluta til og saltið kemur vist einhvern veginn upp í gegnum steipuna og þá myndast svona hvítt duft ofan á steipunni sem kom með hvað var að segja svona tiltak til þess að laga það og hvað ekki gert í þessu Hvað segirðu? Það klikkað bara sínum eina mynd Já Ég líka að gera þetta daginn ég var með eitthvað svona ljós í mælaborðinu sem fór ekki sko Ég var búinn að laga það sko Svo tók ég bara mynd af ljósinu og sagði bara hvernig fæ ég þetta ljós til þess að fara og hann alveg kom með svör við því Já, einmitt og einistu ég bjóð til heilstags svona kennsluefni núna sem ég notaði síðan til síðastæðin þriðjudag síðastæðin mánudag og eins, við vorum með svona prestafundur og ættum að vera að ræða einhverja 3 greinar sem var alveg til samanlega 100 blaðsíður eða eitthvað og ég var alltaf ekkert búin að vera hérna og ég var upptekinn allan mánudaginn að kenna og síðan var ég messu kvöldi og síðan var fundurinn á þriðjudaginn kerði þess að 3 greinar inn í chatta baðið að gefa mér bara svona 1000 orða summary Svo þegar ég mætti þetta fundur á þriðjudaginn þá bara gæti ég alveg brillera því ég var bara með allt á hreinu og vissi nákvæmlega hvað ég var að tala og sumir hinnu prestar voru ekki búin að lesa þetta og allir vissi náttúrulega að ég var nýkomnum fríi þannig að fólk var bara hvað er gaurinn tíma til þess að lesa allt þetta það sagði ég hvað ég hefði gert en þetta bara algjör snillt En hann ennþá að fara með fleipur í staðrindum Algjörlega Það ekki ennþá alveg búið að laga það sko Nei, ég sé alveg að það töluverðar takmarkanir en það bara svona önnur verkfæri þú lærir á það eins og ég til dæmis ég með stein undir garði sem ég tók mynd af því ég mér nokkuð þess að búa til svona rúnastein og þá baði ég hann að tók ég sér þetta orð, baði hann að þýða það yfir í eldrafúþark og gera sér mynd af því með þá rúnunum á en hann getur ekki gert það því þó hann kunni eldrafúþark og geti þýtt yfir á eldrafúþarkið og geti gefið mér rúnirnar sko í chatforritinu í textanum þá getur hann ekki yfirfært chattið yfir á myndræntform Nei. Þannig maður sér á svona takmarkanir en það samt ótrúlega að hann kunni eldra fúþark og geti þýtt fyrir mig og brásað Nei, þetta algjör snill og eins núna sem ég sá með myndband eða vídeo sem ég að edita hann gæti ekki textaði fyrir mig en hann kemur með hvað forriti ég að ná í til þess að gera það og hann pikkaði út audióið úr vídeónum fyrir mig og síðan þýttan það audio yfir á norsku en þá þarf ég bara að nota annað forrit til þess síðan að importa það inn í vídeóið og brenna inn í vídeóið en ég kunni ekki að gera þetta en hann segir mér nákvæmlega hvað ég á að gera Sko ég var aðeins búin að vera að skoða til tengslu við svona rannsóknarvinnu og svoleiðis og til dæmis það líka Grok sem sko hann hjá X Já, ég pröfa það eins sem ég sé hans betri, ég held þessi bara eins öðruvísi sko Já, einmitt það öðruvísi það mér sagt kannski að ekki stundu sagt að chattin sé betri í sko að búti texta meðan hinn betri í að tala og svona tjá sig sko einmitt ég veit það ekki en það svo aldrei þægilegt með Grok sko var að þar kannstu verið með ok, nú ætlum við að búið til skjal skilur og nú ætlum við að vinna í ykkur skjali og þá býr hann til skjalið, á hægri hliðinni síðan eftir með chatu á vinstri hliðinni og síðan, prompta maður inn í á vinstri hliðinni, svo já, bættu við þessu og formatering og alls konar svoleiðis líka sko og til missi svo ég leta búa til einhver svona rannsóknar lýsingar og sett inn þessa rannsóknarspurningu og svo reyna að finna út rannsóknarspurningarnar skilur og
og svo kemur hann upp, þú veist, með planið og býr bara til rannsóknarskýrsluna rannsóknar verkefnalýsinguna bara auðvitað, en síðan það maður alltaf vinna alltaf í því meira og meira auðvitað en og líka þú veist svo að hjálpa manni að fá innblástur sko fyrir svona tegunda vinnu, þá auðvitað hann líka helviti sniður sko alveg því sniður, stingur upp á titlum á greinum og þú veist öllu sko algjörlega. Herru, svo í tengslu við þessi svona rannsóknarvinnu og svona, þá auðvitað eru alls konar verkfæri til sem að þú veist geta hjálpa manni við að finna heimildir og svo hvort það heitir Elicit held ég það sem þú veist það sem hún kemur með setur bara inn einhverja spurningu og svo finnur hún svörin sko og samandrag úr mörgum greinum sem hún finnur og þetta náttúrulega eitthvað sem spara manni sko geðveikislega mikinn tíma sko alveg þvílíkt og síðan líka manni hvort það var það eða hvort það var eitthvað annað það sem þú getur sko tjattað við rannsóknargreinarnar eða fræðilitteratúrin þú veist, þá ertu bara með einhverja grein í einhverju tímariti og síðan getur þú tjattað við það sko, sagt skilur þú veist og þá svarar hann skilur hvað ert að meina með þessu hvernig er þetta og summeraðu upp það sem þú ert að meina með þessu og svo framvís og það er svona svo að setja að tjatta við greinina sko og síðan eru fleiri verkfæri þess að þið taka og setja svona fræðilitteratúr í býr til svona network tengslanet sko milli greina og svona og þetta er náttúrulega bara örugglega toppurinn og ísjakanum sko af öllum möguleikunum sem eru í tengslu við rannsóknarvinnu í fræðigreinum eins og til dæmis sagfræði. Já, algjörlega, það er það. En já, það er þessar staðrindavillur sem að fara ennþá svolítið í taugarnar á mér af því það getur verið svo erfitt að spotta þær sko. Já. Þú veist, þú þarft eiginlega að þekkja þetta svo vel þú veist, af því að hann gappar þig alveg jafn mikið af því að þú ert náttúrulega bara manneskja sko. Já. Og hann býr bara til texta sem er, þú veist, líklegur til þess að vera svona texti og það getur auðvitað alveg gappað þig þó þú sért expert í málefninu líka sko. Já, algjörlega, en það alltaf sýnir það að hann er ekki að fara að skipta út fólki og þú getur ekki skipt út raunverulegri þekkingu fyrir tjata. Ekki í dag kannski, en ég menn eftir 10 ára eða 5 ára. Það er alltaf það, þú veist, ég er auðvitað að tala þú veist, núna í dag. Já. En það sem ég sé náttúrulega sem með hann, þú veist, og þú sé sjálfur frá því, svo núna þegar ég er að búa til dæmis, eitt dæmið var svona death cafe það sem þú ert að vera að ræða dauðan og vera með eitthvað svona existential spurningar og svona kjaftaði þú veist, ég er náttúrulega veist, expert í svona, þú veist, ég er búin að lesa svo fáránlega mikið, þannig að þegar ég fer sérna í gegnum draslið sem hann er búin að búa til þannig að það er rosalega létt fyrir mig að dæma það, ok, er eitthvað vitið þessu eða ekki en hann er náttúrulega margfald fljótar að búa þetta til, þú veist, hann getur búið þetta til á 30 sekundum á meðan það tækir mig alveg ég veit það ekki heilan dag, kannski að búa til alla fælana og fara í gegnum drast og setja upp, þú skilur 100% sko, en málið er að sko, þó svo þú sett expert í ykkur sko, þá getur samt sko slippað í gegnum eitthvað sem þú tekur ekki eftir, fattaru og þá verður það svo vandræðalegt Já, algjörlega samanber þessa skýrslu sem var sem var unnin fyrir Tromsø sveitarfélagi Tromsø hann að skólamál frekar umdeild skýrsla og síðan kom í ljós sko, þú veist að þar var vitnað í þetta þeir ætlaðu að gera einhverja breytingar á skólakerfinu og þá var vitnað í sko einhverja fræðimenn og síðan kom í ljós skilur að þetta voru bækur sem þessi fræðimenn höfðu ekki skrifað Nei, veit og það er svona það er alveg fáránlegt auðvitað svolítið svona hvað við segja, svona nýgræðinga mistök fyrir þann sem er að nota þetta verkfæri auðvitað. Það er nefnilega algjör nýgræðinga mistök því þegar ég var að beða nú að búa til summary og einnig bókseinlega að vinna með þá var við gaf ég hún skýr fyrirmælu að búa ekki til heimildir ekki finna upp á einhverju og hann yrði að geta vísað í allt í APA 7 með blaðsíðutali og tekið upp úr textan og þá er náttúrulega einfalt fyrir mig síðan þegar ég er að lesa yfir og þá tjekka bara tilvitnarnar Jú, sjálfsög
Það er mjög skrítið að maður gerir svona nýgræðingamistök en það eins og þú segir, þú veist, það algjör bara það algjör núb þá þú klúrar eitthvað svona. Já, það það sko. Já, þetta bara gott dæmi, þú veist, þú verður að vita hvernig þú getur nota verkfærið og hvað takmarkanir þar eru og allt það. Hann hefur gabbað mig svona sko. Já. Og svo eftir það þá var maður alveg pínu svona svolítið svona tortryggin á hann. Já, ég skil, já. Nei, ég var að sé villur hjá honum líka eins og það var að kvóta ég baði kvót til dæmis eftir Epictetus og það gaði mig kvót frá Marcussi Aureliusi og ég vissi þetta ég googlaði hérna kvótið og sá mjög fljótt að þetta var þetta Marcus Aurelius og þá sagði ég við hann, þú veist, ok, af hverju þetta með þetta rugl og jú, þá leiðir þetta sig og sagði, jú, þetta er alveg rétt, þetta er Marcus Aurelius. Já, fyrirgeðu. Já, en maður þarf þetta að passa sig. Já. En heyrðu, svo líka, sko, náttúrulega þetta er þetta hægt og rólega náttúrulega verða bara hið nýja Google, sko. Já. Og það eru þetta ákveðin hætta í eða kemur vitlaus rangar upplýsingar, fattarðu? Já, algjörlega. Því þá ertu kannski Google eitthvað því að auðvitað verður sko Google framtíðarinnar verður náttúrulega svona bara að þú spyrð chatið, sko. Já, algjörlega. Og hann kemur náttúrulega bara með konkrétt svöri sem við vorum að tala um áðan með saltið í gólfinu og svona. Einmitt. Og maður auðvitað aðeins byrjar að nota þetta þannig að það er svo ótrúlega þægilegt. Þvílíkt þægilegt. En það er oft hættulegt að maður veit ekkert hvort það sé eitthvað rétt sem er að koma út af því. Eins og til dæmis ég fór að spila aðeins World of Warcraft. Já. Eftir sko, það var 12 ár síðan ég loggaði síðast inn þar. Já. Svo ég var eitthvað að testa það, að leika mér eitthvað að skoða það. Og það er svo margt búið að breytast síðan þá. Þú veist, þetta er bara allt annað síðan þá. Já. Þannig að þú veist, þá var ég bara með á öðrum skjánum var ég bara með ChatGPT þar sem ég var bara alltaf að spyrja skiljum við, hvað er þetta? Akkur er þetta svona? Og er hægt að komast þangað frá þessu stað og geðveikt þægilegt sko í stæður að vera að googla og fara inn okkur síður og skrolla og lesa og eitthvað það er rífandi snill maður og ég mann þegar maður var inn á svo síðum sko, það tók oft heilanga tíma að finna út af þessu en það er einmitt þetta sem það er þess að núna ég er búin að taka svo mikið myndum í garðinum og biða tips og spyrja út í hitt og þetta og það er bara minn skilningur og garðinum og síni við garðin er bara allt önnur eftir að búin að tala á hann. Já, mitt. En svo til þess bara einfaldur hluti, þú veist, hann útskýri fyrir mér að hluta því til þess að okkur er svo mikið gras mosi hérna á norðurhliðinni er vegna þess að það safnar svo mikið ís og snjór út á þakkinu og hvers skipt sem þetta hrynur niður þá þjappar þetta jarðveginn þannig að jarðveginn er svo brjálæslega þykkur og svo náttúrulega líka votur og það rýst ekki almennilega grassi og þess vegna svo mikil mosi þarna og þú veist, þetta er alveg ótrúlega að hann getið sagt mér eitthvað svona og það meikar alveg sens þegar hann útskýrir þetta og þess vegna segir allir sem ég ætla að setja upp til þess eitthvað blómabið þarna að þá verður ég að setja sko grófa möl í botnina því hún absorbar höggið, hún absorbar líka þá vatnið og þá getur ég sett sér mold ofan á það og svo getur ég verið með ákveðnar plöntur sem þóla það að vera hérna á Setimón í Norður-Noregi og sem þóla þá líka töluverðan skugga og þú veist, þetta er náttúrulega bara alveg ótrúlegt að hann sé með svona þekkingu. Já. Það er svo miklu fljótlegra heldur en að ég þurfa að fara að keyra í einhverju búð og útskýra fyrir einhverjum garðyrkjufræðingi. Jú. Vandamálið og allt þetta. Garðyrkjufræðingi. Já. Það er ótrúlega tækifæri í framtíðinni. Tækifæri og kannski hættur. Já, það er þetta líka en þú veist, það er ég var samt að hugsa þetta núna, þetta er eins og með handskriftina, þú veist, hvað máli skiptir það hvort maður sem er fallega handskriftið ekki, þú veist, hverjum er ekki drullu sama ég get ekkert skrifað orðið, sko ég er óskriffær nánast á handskrift en ég sakna þess ekkert Nei Þú veist, ég þarf það aldrei þess að nefnir sem fáir skipti sem ég skrifa nafnum mitt einhvers staðar og mér það er hægt rólega að hverfa Þetta er eins þegar að letrið kom fram þá voru menn sem kvortu undan því að þetta myndi veikja minnið Jú, þú ert auðvitað með betra minni og allt það en þú færði margt annað sem vegur upp á móti þeim göllum Sko þetta eru auðvitað svona samfélagsbreytingar tæknibreytingar og þar að leiðandi samfélagsbreytingar sem eru auðvitað bara á sama skala örugglega og þegar prentverki kom Algjörlega og svo þegar að innbyltingin kom Þannig að þú veist það er ekkert óeðlilegt við það þú veist að núna á næstu áratugum munum við sjá samfélagsbreytingar sem að verða örugglega svipuðum skala og samfélagsbreytingarnar sko þegar innbyltingin kom einmitt Þú veist við erum eftir að sjá það á öllum sviðum lífsins Já, algjörlega og það auðvitað er ákveðin svona óróleiki í kringum það því að sko að því þetta gerast hratt auðvitað
og við vitum það líka bara af sögunni að þú veist þegar að verða svona stóra samfélagsbreytingar sko, það þetta bara hefur það mikil áhrif á fólkið sko. Já, alveg brjálæðslega áhrif og náttúrulega eins og með iðnbyltingunni þú veist, þá fáum við fáum náttúrulega 2 heimsstyrjaldir sko, og þú veist, og þær eru eins og þær voru þetta, meðal annars út af iðnbyltingunni skiluru og við fáum byltingar og ógnarstjórnir og svona sem samt svo sem þetta ekkert eftir að segja að það hafði auðvitað alveg stríð og ógnarstjórnir líka fyrir iðnbyltingu en þetta samt tengt sko. Já, það ítir undir alls konar óstöðuleika. Já. Og svo spurning náttúrulega hvað kemur sér upp úr þeim óstöðuleika. En sko, svo líka þetta með sko, við þurfum að muna eins og þú sagðir áðan að þú veist, chatið ekki að taka þína vinnu heldur er hún að gera vinnuna fyrir því og slummis sem maður talar sko, maður búin að búa til svona texta með honum sko, þú veist, þá getur maður sagt sko, þú getur sagt sko, ChatGPT skrifa þetta fyrir mig og þá hugsa maður ekki hvað ég er búin að gera, ég er ekki búin að gera neitt við sem eru vön að leggja mikla vinnu í að skrifa texta eða eitthvað svona sko en þá getur þú hugsa sko, þú veist, á fyrirhluta 20. aldar skilur þegar grafan kom eða traktorinn kom eða eitthvað og þú veist, það sem áður hafði tekið 10 manns 10 daga að moka 1 skurð núna gat kannski 1 maður mokað sama skurð á einum degi þá hefði samt enginn sagt sko, þú grófst ekki skurðin grafan gróf skurðin við tölum ekkert þannig og það er einstu meira að segja þó ég biðji eða látið tjata búa til allavega drasl fyrir mig þá er það ég sem er búin að gefa honum leiðbeiningarnar og svo ég sem er náttúrulega að lesa í gegnum það og svo ég sem er að kvalitetssikri og þú veist þarf auðvitað vinna þannig en þú veist þetta er eins og þú er alveg borðið saman við Word þú veist ég get ekkert skrifa nema sem er leiðréttingaforrit með mér ég myndi aldrei að segja leiðréttingaforriti hafi skrifað textan þó hafi leiðrétt annað hvert orð nei og þetta er náttúrulega bara þú veist í veldisvextu þetta Já, Word, þetta er Word það er ekki ennþá allan ekki þessi versjón sem ég er að nota ég maður alltaf býð eftir að þetta veri bara komið algjörlega inn í Word og þú þurfir bara aldrei að skrifa neitt í Word þú gerir alltaf bara prompt þar sko það lítur að koma mjög fljótlega það lítur að vera og til dæmis bara í PowerPoint þeir eru allavega með eitthvað svona design-drasl þar það er takmarkað en það er samt hjálpar manni töluvert mikið fljótar að búa til PowerPoint sem er líka lítur líka vel út af því að það er eitthvað svona AI design feature þar Einmitt. Og þannig að þetta er bara framtíðin og gerir manni starfið út margfalt léttara Já Við förum alltaf að tala gervigreindina í hlaðvarpinu Já, förum fljótt í það Blessu gervigreindin Já Herðu við ætlum að tala páfan í dag Jöp Þú ert nú mjög fróður hann, býst ég við Já, svona, veit ég hvað eins Nákvæmlega Hörðu við þá keyra þetta í gang Jöp, keyrum þetta í gang 3, 2, 1 Komið sæl og blessuð, gott fólk og verið velkomin í hlaðvarp sögu og skoðun. Andri Jónsson heiti ég. Ólafur Hersir Arnaldsson heiti ég. Já, við erum hlaðvarp sögu og skoðun, við erum mættir hingað aftur í hlaðvarp. Það er nú alveg, já, komið smá síðan við vorum hér saman að ræða saman, en við höfum snúið aftur og ætlum að keyra í þátt. Hvað segir Ólafur gott í dag? Já, ég er fjallhress bara og gaman að vera komin aftur í þátt að geta verið að spjalla almennilegu sagnfræði. Það er alltaf gaman. Herru, þú ert nýkomin frá Ítalíu. Já. Og það er nú skemmtilegt að þú hefur verið einmitt á Ítalíu því að við ætlum einmitt að tala um ítölsk málefni svona, mætti nú jafnvel segja, ég heyri þættinum í dag. Já, við ætlum að gera það. Ég einmitt skellti mér þegar ég sá að páfinn var látinn, þá skellti ég einmitt Ítalíu og ákvað svona að freista gæfunar.
því sko skilirði fyrir því að vera kjörið sem nýr páfi bara að vera 25 ára gamall og kálskur, þannig ég tók þarna kálska trú og svo freystaði ég gæfuna. Já. Hörru, það hvernig fór það? Það ekki, þeir eru ekki orðið kápan og því klæðinu, sé ég. Nei, við varum ekki kápan og þeim klæðinu, þannig að ég snýr mig bara aftur að minni lútersku kirkju og lét þess ekkert þegar gerst. Það mitt. Hörru, já, við hlaðvarpi sögurskoðun við ræðum sögu og sagfræðileg málefni hér í þessum þáttum. Við vorum hér í síðasta þætti fyrir nokkrum vikum síðan að ræða ástandið eða ástandið á Íslandi í seinni heimsstyrjöld og það kannski komið tími til að við aðeins hvílum okkur á seinni heimsstyrjöld. Já. Hún auðvitað alltaf vinsæl hjá mörgum en maður getur alveg fengið leið á henni líka. Ég var einmitt með sagfræðinga í heimsókn hjá mér á safninu, skjalasafninu frá sagfræðideild háskóla í nágranninu og var að sýna þeim inn í skjalageymslurnar og sýna þeim svona heimildir sem að við höfum sem að þeir geta notað eða þau geta notað í sínum rannsóknum og mjög skemmtilegt að því að þetta búin að fá mjög mikið af alls konar hópum og fólki sem að í heimsóknum að sýna þeim alltaf inn í geymslurnar. Þú nú komið að sýna inn í geymslurnar hjá okkur, ekki? Jú, ég sé það. Og þá, alltaf sína svona þetta svona klassíska svona dót sko sem að svona almenningur hefur áhuga á, eins og sé maður auðvitað þegar að koma sagfræðingar að þá auðvitað áhuga svið svolítið öðruvísi og þar sér maður alveg klárlega að það alltaf þetta að sína almenningi eitthvað og seinni heimsstyrjöld sko, því það alltaf svo juicy sko. Já, einmitt. Já. En þegar ég var að sína þessum sagfræðingum skjöl sem ég hefði fundið reyndar alveg stórmerkileg skjöl, það voru skjöl frá sko eitt sveitafélagi sem að sko þá höfðu þeir geymt original skjöl sko frá þýska hernum. Já. Það sem þeir voru búin að teikna upp sko hvar jarðsprengjur höfðu verið lagðar. Já. Og allt stemplað með sko eftir skjalakerfinu sem þýski herinn var að nota skilur og það voru upprunaleg skjöl frá þýska hernum í seinni heimsstyrjöldinni í Noregi þar sem þeir voru að tekna mjög nákvæmar og fallegar myndir, svo svona brandarinn náttúrulega þjóður að sé alltaf svo nákvæmir sko. Já. Mjög svona fallegar tekningar af og kort af þessum jarðsprengjum og ég svo sem þekki ekki alveg, ég veit ekki hvort að þýsk skjöl frá seinni heimsstyrjöldinni, frá hernum í seinni heimsstyrjöldinni séu almennt talin raritet sko, því að það var svo mikið að því sem að kannski var eyðilagt sko eða hernumið og hér og þar sko, þannig að hvort það sé merkildi sjálfu sér að finna þýsk skjöl eða ekki, ég bara hef ekki kynnt mér það. Nei, það er spurning. Nú vel sko, en þeir voru ekki mikið en áhuga þessu sagfræðingarnir. Nei. Þeir höfðu áhuga öðrum hlutum. Já. Sér var ég með gögn frá 17. öld og þá lifnaði yfir þeim sko. Já. Og þá gáttu þeir lesið það sko. Það er venjulega, ég hef aldrei fengið neitt inn sem að getur lesið þetta sko. Það var skemmtilegt. Það var nú gaman, já. En það var út úr. Já, við vorum að tala ástandið og áhugavert málefni og stórt málefni og við vorum skemmtilegt frá þau að segja við vorum alveg nokkur hlustendur sem höfðu sambandið okkur eftir þáttinn og með ábendingar já, var eiginlega svolítið svona ástandið eftir ástandið, var það ekki? Jú. Já, það er einmitt það. Því við höfum svona einmitt aðeins drepið á því í síðasta þætti. Var einmitt verið að segja okkur frá því að þetta þekktist auðvitað svolítið í Keflavík auðvitað á herstöðar árunum. Já. Auðvitað að það væri sambönd við hermenn. Einmitt. Og þá fattaði ég svolítið svona þegar við vorum að tala um þetta sko að auðvitað við sem erum að norðan sko, einhvern veginn þessi herstöðamál alveg farið fram hjá manni einhvern veginn svona í daglega lífinu. Algjörlega. Og já, ég náttúrulega þekki ekki eitthvað slíkar sögur eða vera einhvern veginn þannig sögur í fullskyldinu því eins og þú segir, maður að norðan og þetta var einhvern veginn mikið fjarlægara. Já. Á meðan auðvitað fyrir þá sem bjuggu þarna á Reykjanesinu og jafnvel Hafnarfirði og þar, þá var þetta mikið nær, það komið hermenn á skemmtanir og hvað það var.
og samband við herinn. Þannig að það er enda sagði að það hlýtur nú var þetta gera eitthvað rannsóknir úr því, þú veist hvernig var, hvað maður að segja, svona persónulegt samband fólks við herinn þarna fram eftir og þá líka í tengslu við til dæmis þessar Keflavíkurgöngur og svona almenna orðræðu í samfélaginu. Það var áhugavert, örugglega nóg af rannsóknarverkefni þar vegna þess að það er ennþá fullt af fólki sem auðvitað lifði þennan tíma og man þetta. Mitt. Það er gaman svona, það benda okkur svo doktorsverkefni. Nei, ég man bara eftir þoturnar kom alltaf á næstleiði sko. Já. Það var eina sem ég sá að þessum her. Já, ég mitt sama. Það var eitt sem að bendi okkur á bókina Ég gefst aldrei upp eftir Borghildi Guðmundsdóttur sem fjallar íslenska konu sem að kynntist bandarískum hermanni árið 1998 og eignast með honum 2 börn og lýsir svo baráttu sinni eftir að eiginmaðurinn missir geðheilsuna eftir að hafa barist í Írak. Já. Og fleiri svona sögur sem okkur var bent á sem áhugavert. Já. En í dag þá ætlum við að fara aðeins lengra aftur í tíman og kannski tala hlustendur við að því að, og bréf frá hlustendum að því að þá einmitt barst þættur bréf fyrir enda svolítið síðan, það var nú í apríl en engu að síður mér dattaði í huga að það gæti mögulega tengst málefni dagsins aðeins en það var hlustandi sem hafði samband við okkur og bara benda okkur á það hvað fornaldarsagan nýtur lítilla vinsælda í samfélaginu í dag og við höfum náttúrulega reynt að gera það hér í hlaðvarpinu að veita fornaldarsögunni smá skjól inn á milli. Já. En bendir einmitt á það að það bera á því að það sé lítið kunnáttu á fornaldarsögunni í fræðasamfélaginu í dag, jafnvel. Já, það er bara svona í sagfræði, hvað við segja, þú veist, þínu sagfræðilega fræðasamfélagi í dag hafi fólk bent á að fornaldarsagan sé nú ekkert svo merkileg. Nei. Og vísar hann þar í aðalega sem að sagði við sem á að hafa sagt hvers vegna þarf sagfræðideild Háskóla Íslands á sérfræðingi í Rómarsögu að halda og þá svaraði hann þessu svona hvaða mánuður er núna, hvaða verkfæri notar þú til þess að skrifa og svo framvegis auðvitað vísi það að fornaldarsagan sé hjá okkur á hverjum degi þó svo við sjáum hann ekki. Algjörlega. Það er auðvitað svolítið þannig að fornaldarsagan náttúrulega er kannski svolítið svona við sjáum hann kannski mest í þessum klassísku fræðum þegar við erum að stúdera heimspekina og trúabröðin. Þessi trúartekstar auðvitað eru allir þessir helstu trúartekstar okkar allavega í kristinni eru nú frá þessum tíma. Og það kannski helst í kirkjunni sem að við erum svona, þá er ég að tala svona venjulega almenningur er að hlusta á sögur sem eiga að gerast í fornaldarsögunni Já, það er alveg rétt og til dæmis í háskólum Evrópu og í Bandaríkjunum er mikið verið að leggja niður klassískar deildir og fjarlægja þessar fornaldarbókmenntir til dæmis úr bókmenntakúrsum og sögu og slíku og það ég er náttúrulega þeirra skoðar að maður er að fara mjög varlega með það vegna þess að ef þú missir tengslin við þessa arfleið að þá náttúrulega líka missir tengslin við alla hérna sögulegu og bókmenntulega arfleið upp að alla hennar setni heimsstyrjöld því eins og ég nefndi áður í hlaðvarpinu þú veist, Woodrow Wilson var að lesa Pelopseyjarska stríðin eftir Theodosius, hvað var hann ekki það á íslensku þú veist, þegar hann var að sigla yfir Atlantshafið Thukydides Veit hann það ekki? Ok, ég veit það ekki, ég lest aldrei á íslensku en allavega þannig ég ruglast alltaf svo í þessu en allavega þannig að veist, það er gott dæmi en það samanber það veist, allir mentamenn fram til hvað við að segja kannski 1960-70 lærðu þetta eitthvað í latínu og grísku þannig að þetta var sameiginlegur menningararfur og mikilvægur hluti af heimssýn auðvitað manna allt fram eftir já svona hvað við að segja kannski svona 20 ára eftir seinni heimsstyrjöld þannig að það þýðir allir þessar bókmenntir og svona hitt og þetta úr
sögunni, til dæmis ef drepur niður fætekstur fyrir hluta 20. aldar þá ertu ofta að fara að rekast á vísanir í fornöld og Virgil og bókmennta arf fornaldar sem, ef þú fjarlægir svo gott sem alveg úr háskólasamfélaginu þá náttúrulega veit fólk ekkert hvað að vera að tala og missir alveg tengsl. Nei, og svo þetta sem ég hef oft sagt hér áður að þegar maður var í þessum þetta mjög oft svona farið yfir í svona sögu hinna ýmsu fræðigreina finnst mér svona hvernig hefur verið, ég manna bara þegar ég var í menntaskólanum skilur, maður var í einhverju svona þú veist sálfræði og þú veist hvað þetta hét uppeldisfræði og mannfræði og eitthvað svona þú veist og það var einhvern veginn alltaf maður var alltaf látinn einhvern veginn svona fá svona eitthvað svona sans fyrir sögu þessa fræðasviðs sem að þá náttúrulega byrjar alltaf í fornöldinni og þetta líka í hinnum vísindalegu raunvísindagreinunum að sjálfsögðu líka. Já, algjörlega. Eiga náttúrulega alltaf upphafið sitt í fornöldinni. Og svo til dæmis bara háskólinn í Oslo þar yfir sér að inngangirum mynd, ég man ekki hvað maður kallar svona myndir en allavega sem sýnir það þegar Aþena einmitt veitti fyrsta manninum sál og þá það í formi fiðrildi svona takk fyrir sálina líka og fyrir þann sem ekkert þekki til fornaldar að standa fyrir framan háskólan í Oslo sem nýnemi og horfa upp á þessa mynd það var hún náttúrulega gjörsamlega óskiljanleg og það því þá náttúrulega líka þú gengur inn í hvaða listagalleri sem í hinn vestræna heimi að það var fullt af málverkum og styttum og fyrirbrigðum og listaverkum almennt sem mjög margir mun ekki skilja einfallega vegna þess að það verður svo vegið að fornöldinu og það er náttúrulega ákveðin missir í því en svo getur maður þetta líka sagt að það sé þá uppbyrði hverjum og einum komið að allavega ná sér þá í þessa þekkingu að maður hefur áhuga á því en einhver síður það er mikilvægur hluti af svona þessu sameiginlega menningar arfi Evrópu. Já, ég held að það sé þetta lykilatriði að þetta sé sameiginlegu menningar arfi og þetta getur maður spurt þessa sömu sögu sko hvað til hvers þurfum við sagfræði bara yfir höfuð og ég man að eitthvað spurði mig að þessu, ég menna til hvers erum við, hvað er pointið með því að stúdera söguna bara til að byrja með skilur og það er svona ef þú berða saman við einhverja greinar sem að pródúsera eitthvað, að búa eitthvað til þá er auðvitað svarið skilur, nei, ég menna við getum auðvitað alveg lagt niður fræðigreinina, sagfræði og söguna sem málefni til að stúdera og bara gleymt öllu sem hefur gerst áður og samfélagið deyr ekkert sko, við lifum alveg af án sögunar. Ég meina það er alveg fullt af sögu sem við þekkjum ekki neitt eins og við höfum auðvitað komið að hérna áður. Við tölum þegar við tölum Fönika Fönikumenn man aldrei hvernig að segja þetta þú veist við vitum að þeir voru ég nefndi að það finnast einhverja fornleifar að þeir hafi verið hvað var það, Sardiníu þar var einhverju agaleg orusta á milli Fönikíumanna og þeirra sem bjuggu þar fyrir og við vitum ekkert það ekki neitt, við vitum ekkert einu svona hverja það voru að berjast við eða neitt og að því að við vitum ekki það voru okkur þannig sjálfur drullu sama skilur við grátum ekkert það sem við vitum ekki nei. Og það hugsa til dæmis öll þessi forsögulegu samfélög sem eru náttúrulega samfélög sem voru uppi yfir miklu lengri tíma heldur en söguleg samfélög þar eru þetta rosalega mikil menning sem líklegast horfin af því að það er ekki til eina skriflegar heimildir það auðvitað og við svo sem grátum það ekkert nei. Þannig að sko svona praktískt séð þá lifum við alveg af án sagfræði, við lifum kannski ekki af án læknisfræði skilurðu nei. En á hinn bóginn og það náttúrulega snýst þetta það að svona samfélag þarf að eiga sér einhvern uppruna og búa sér til einhverjar sögur til þess að búa til eitthvað svona samfélag og einhverja heild úr ákveðnum hópum og hóparnir geta verið ýmsir það geta verið þjóðir eða stéttir eða lokal samfélag eða hvað það er svona yfirleitt á okkar líftíma hefur að verið þjóðin náttúrulega sem við talaðum þannig að mér sé svo fyrir að byggja upp íslenskt þjóðríki mikilvægt að hafa íslenska sögu algjörlega og þá íslenska fornaldasögu og miðaldasögu og annað slíkt það hefur þótt það mikilvægt að íslenska þjóðríki hefur dælt peningum í að rannsaka það en fornaldasagan auðvitað er líka sko sameiginleg saga sko
vestursins eða Evrópu, fattar við þannig að allir með segðu allar að búa til eitthvað skona svona sameiginlegt identitet fyrir vestrið eða fyrir Evrópu sem ég held að sé eitthvað sem að verður verkefnið 21. aldarinnar þá náttúrulega fornaldarsagan það sem allir í vesturinu eða minnstu kosti í Evrópu vega sameiginlegt. Já, algjörlega. Og svona líka hluti af þessu til þess að líka halda hans á lofti það fornmenningur að minni með að Cicero hafi sagt að sá sem ekki þekkir sögu sína verður ávallt barn. Já, því það alltaf sést snýst þetta líka það að finna sér tilgang og útskýra stöðuna eins og hún er núna. Eins og bara til þess að við sjáum þetta ljóslifandi bara í Úkraínu stríðinu, þú veist, það er náttúrulega bara afleiðing sögunar. Jú. Og þess að skilja það stríð, þá náttúrulega verður maður að gera sér grein fyrir, hvað verður maður að segja, kannski alveg 1000 ára gamalli sögu. Og eins til dæmis ákveður Kaliningrad eitthvað svona rússneskt afmarkað svæði, ekki tengt Rússlandi beint í dag, með aðskili þar sem úr með, hvað er það ekki, Litáin og Pólland á milli. Já. Þess og Hvíta-Rússlands. Það er náttúrulega bara bein afleiðingu að setja heimstyrjaldar. Já. Sem Königsberg var tekið yfir og Sovétríkin og allt þetta. Þetta er samt auðvitað ákveðis, þetta er náttúrulega huglægt, sko. Þetta er ekki spurning um líf og dauða þannig séð því að Nei. Það er alveg fullt af fólki, fullt af fólki sem veit ekki á hverju Kaliningrad er aðskilið og er drullu sama. Já. Þú veist, það fer bara til Kaliningrad og svo bara byrju, já, get ég ekki lappað til Rússlands annars að fara í gegnum annar land? Ok, allt er góðu. Það bara fer ég í gegnum Litáin eða hvað það er sem er við hliðin á. Skilurðu, og það er ekkert, sko, þetta svalar engum þörfum öðrum heldur en huglægum þörfum í rauninni. En við sem samfélag metum þær samt svo mikils að við erum tilbúin til að eyða peningum í að stúdera að því það er mikilvægt svona huglægt vítamín. Svo er líka spurning náttúrulega að fara að tala um náttúrulega, þú veist, þjóðar öryggi og slíkt, til dæmis þess með NATO. Já. Það er ekki verið að tala um það. Nei, þú veist, Suwalki Gap, ég var að googla þetta, kallaði þetta. Og þetta allir með segir alveg líkilatriði í stríði á milli Rússlands og NATO sem er mjög svo ólíklegt að brjótast út. En einhver að séður að myndi brjótast út, það var Suwalki Gapið alveg, já, myndi að skipta gífurlega miklu máli. Og þetta er náttúrulega bara, þú veist, bara bein afleiðingu af á stríðinu, seinni heimsstyrjöld. Og það sáum við náttúrulega líka eins og núna með Litáin. Ég held að Litáin hafi verið að taka kosningarétt, held ég, fullt af Rússum. Og það er nefnilega búið svo mikið á Rússum í Eystrasaltslöndunum eftir fall Sovétríkjanna. Og það hefur verið mjög viðkvæmt mál og hefur verið ýta undir svona óstöðuleika. Eins og við erum náttúrulega með ákveðin svona rússa vandamál sem man getur talað núna í Austur-Evrópu. Erum við með ákveði vandamál sem að rússar vilja kalla sitt fólk aftur heim, eins og bara með Austur-Úkraínu og Krímska. Meir hluti íbúa Krímska eru rússar. Jú. Og voru rússar líka fyrir 2014. Þá sér maður alltaf hvað í sagan náttúrulega þá er að spila, já, þá reynilega fjalla þá líf og dauða og styrjaldir og ekki. Og sjáum það saman náttúrulega með næstu kannski framtíða styrjöld sem mögulega á milli Kína og Tævan, þar sem að Kína náttúrulega vill endurheimta öll þau lönd sem þeir mistu. Nú ertu auðvitað að tala um mjög nýlega sögu auðvitað, 20. aldar sögu, sko, líka bara meira að segja okkar líftíma. Þannig að þú veist, þá getum við að tala um það, þú veist, sagan er náttúrulega allt sem gerðist bara ekki í núna þessari mínútu. En náttúrulega þegar kemur á fornaldasögunni þá er það auðvitað svolítið annað, að því hún er svo langt í burtu og þetta eru horfin samfélög. Jú, en samt til dæmis eins og það sem við ætlum nú að tala sem er Pávinn. Að það var áhugavert að sjá náttúrulega sem Pávan, hvernig kátólska kirkjan mótaðist af fornöld og tók upp hitt og þetta eins og til dæmis bara klæðaburður og öll symbolíkin og táknin til þess mikið þar koma beint frá keisaranum og hirðinni. Jú. Og svo áfram náttúrulega kátólska kirkjan sem síðan þá leitaðist við að verða arftaki Rómaveldis og sérstaklega þegar það vantaði svona miðstýrt sterkt Rómaveldi í vestri. Og svo eftir að tengsli rofnuðu það hægt og rólega við Austur-Rómverska ríkið og Bísandsríki. Sko, mér datt þetta eins í hug vegna þess að sem sagt það var búið að vera á dagskrá hjá okkur svolítið að ræða Pávan. Þetta var
reyndar fyrirspurn frá hlustanda sem kom og við sem við höfum sagt hér í hlaðarpinu og reynum við að hafa það í forgangi okkur hefur ekki auðnast að forgangsraða þannig að við höfum náð að tala páfann fyrir en það var eiginlega ekki hægt annað núna heldur en að taka hann fyrir einmitt út af þessum atburðum sem hafa verið að gerast núna í Vatikaninu þar sem að gamli páfinn féll frá og við fengum nýjan páfa og það svolítið áhugavert auðvitað þegar þú sér þessa atburði gerast þetta auðvitað eitthvað sem var að gerast núna bara síðustu vikum og svona síðasta mánuðinu auðvitað og alltaf sko færi þetta alveg gríðarlega mikla athygli skilur, þetta í fréttum og fólk mikið að spá í þessu og fólk að tala þetta á kaffistofunni og auðvitað kannski ekkert allir kannski með eitthvað brennandi áhuga á páfanum eitthvað en þetta samt eitthvað sem greinilega skiptir máli í samfélaginu og í heiminum í dag það páfakjörið hann fór nú held ekki framhjónin að það veri búið að kjósa nýjan páfa og það ótrúlega líka bara að skjóta inn að þetta páfakjör hefur nefnilega bara aukist í mikilvægi og til dæmis hefur sagt við eitthvað á hvað við segja 7. 8. áratögnum að páfakjör myndi fá svona mikla athygli á 3. áratug 21. aldar þá myndi engin trúa því sérstaklega ekki fræðimenn þá innan félagsfræði og eitthvað slíkt Nei, kannski ekki alls ekki sko, allir paradigmar þá ekki allir á 8. áratögnum þeir snerust það að trúin væri dauð 2020 eitthvað það var algjört trúleysi á meðan og eins bara jarða fyrr páfa þarna var fullt af þjóðarleiðtogum og allir heimurinn fylgdist með þessu og eins segja nýju páfakjöri þannig að það náttúrulega ótrúlegt algjörlega þannig að já, pointið mitt bara það að sem sagt páfinn fær þarna mikla athygli og þetta skiptir miklu máli í heiminum í dag og þarna erum við með auðvitað beintengingu við fornöldina því að auðvitað páfastofnunin og kirkjan næru auðvitað aftur til fornaldar og þú veist ideológía páfagarðsins hugmyndafræðin sem að liggur að baki þessari stofnun hún alltaf byggir á biblíutextum skilurðu sem eru fornaldartextar sumir þeirra eru auðvitað frá seint á fornöldinni þannig séð þú veist í kringum dauða Jesú Krist svo eftir dauða Jesú Krist en síðan ertu auðvitað með stóran hluta biblíunni sem náttúrulega miklu eldri náttúrulega, Gamla testamentið og auðvitað sko þess að ég sagði áðan þú veist, fornöldin kemur alltaf fram í kirkjunni og það eru auðvitað margir sem að hafa þú veist ég held að séu mjög margir sem hafa farið í kirkju og leiðst og farið í fermingafræðslu og leiðst vegna þess að þar er fólk látið sitja á bekknum og hlusta prestinn tala um eitthvað fólk í fornöldinni sem var að drepa hvort annað og eitthvað svona sko Pontius Pilatus og eitthvað rómarska hermenn og svona eitthvað svo leiðis og eitthvað svona hvað eru farisegar og hvað eru patrísegar og hvað musteri og þarna rómverjar og eitthvað svona og þetta vitum vel flesti vita nú Rómverja og svona því þeir hafa náttúrulega þetta svo sterkan sess í popkúltúrun og það kannski farir sem vita Fönikíumenn og Babylóníumenn og Assíríu og eitthvað þannig og eitthvað þannig sko en þetta auðvitað eitthvað sem að presturinn geti verið að tala í pontunni Jú, presturinn geti talað þetta á meðan sóknarbörnin gespa Já Þessi ég langar mig líka til þess að skjóta þeim og það líka áhvert að því ef ykkur hefur spáðið því þá kannski ekki eitthvað margir sem har spáðið því en trúarleiðtogar og hvort að trúarleiðtogar séu með skegg eða ekki og það náttúrulega eru mjög margir ég held að svona flestir trúarleiðtogar eru með skegg ef við lítum til dæmis á Íslam það er alveg klassískt þar er allir með skegg líka allar að spá ykkur þú veist einhverjum meistara frá Kína eitthvað konfúsíisma eða taoismi eða hvað það er, þá er mjög oft skegg líka ef þetta hugsaði kannski eitthvað Brahmin frá Indlandi Austurkirkjanu þar eru allir með skegg en það sem er áhugavert er að í Kálsku kirkjunni eru menn almennt rakkaðir og það til dæmis eru bein áhrif frá Rómaveldi og arfleif auðvitað Rómaveldis því Rómverjar almennt voru rakkaðir endur þar alltaf síðan grísk áhrif þegar einhver rómarkeisarar byrjuðu að safna skeggi það er alveg áhugavert þess að ég auðvitað hafa verið páfar sem hafa verið með skegg en ég held að þú þurfur að fara aftur til fyrir hluta 19. aldar kannski alveg aftur 18. öld til að finna páfa sem hafa með skegg og alla 18. öld Jó, ég held ekki frekar í einhver tíman í fornöldinni af því það var alveg tímabil í síðfornöld var ekki það sem að
þessu þú nefnir það sem það var í tísku að vera með skegg í Rómaveldi. Já, það var náttúrulega gríska áhrif en það, jú, hérna nú googlaði þetta bara snöggvast þá segja það Innocent 12. Já, þú hefur ekki spurt chattan? Já, er þetta ekki Gemini frá Google? Þann segir hérna Innocent 12. Hann hafi verið með skegg. Hann var páfi 1691 til 1700. Já, ok, það er meira svo þetta fara aðeins lengur en ég held en allavega já. það er engin búin með skegg í 300 ár. Ég veit. En já, þannig að þetta hér eru mitt svolítið tengingu við fornöldina sem eitt af fáum hlutum sem einhvern veginn nær stretcha svona algjörlega frá fornöldinu fram í dag. Mér finnst þetta svolítið heitlandi í sjálfu sér. Mér finnst alltaf svolítið skemmtilegt þegar það eru svona eldgamlar hefðir sem eru ennþá við líði sko. Og mér myndi finnast algjör synd eða myndi hætta að vera með páfa til dæmis sko. Bara því að þú veist, þú ert búin að vera með svo langa línu af páfum. Þannig eins og ég hef sagt áður að það væri gaman ef við værum ennþá með rómarkeisara sko, eða heilaga rómarska keisara þó hann væri ekki nema bara eitthvað puntúka eitthvað stað sko. Já, mitt. Skilurðu? Já. Bara svona upp á fönnið sko. Bara svona upp á fönnið. Já. En þá einmitt getum við kannski nefnt svona hvað að segja upp af þessa fyrirbrigðis liggur páfadæmis og þá náttúrulega þú nefndir út af biblíuna og þá náttúrulega það Mattheusar guðspjall 16. kapli vers 18 sem nú áhugaverð textið það sem að Jesús segir og ég segi þér, þú ert Pétur kletturinn og þessum kletti muni byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast og þarna Jesús þá að tala við Símon Pétur eða Símon Jónasson eins og við köllum hann á íslenskunni og þarna gefur hann honum svona gælunafn sem við erum vön sem Pétur en til dæmis ef ætlar að ná betur kannski svona innihaldi þessa gælunafns á sínum tíma því þetta var ekki þekkt nafn á tímum Jesús það var þetta svo hann myndi kalla hann Steina. Já, Steini, já. Steini. Ja, því þetta komið á grískórunu Petra eða ekki sem Stein. Já, Petra eða Petros. Petros, já. Það bara hvort það sé kvenkynni eða kallkynni og eitthvað þannig. Og þarna ertu með auðvitað lykilatriði í svona löggildingu páfa valdsins auðvitað. Já. En aðeins þetta, sko, þú ert með lærisveinar, Pétur er einn af þeim. Já. Þeir eru 12 en það eru samt auðvitað miklu fleiri lærisveinar það ekki, það eru þessi 12 sem eru svona, hvernig skilur þá frá hinum? Það er einmitt það þarna þarf maður svolítið svona að reyna að lesa á milli línana en kannski megin ástæðan fyrir okkur þessi 12 er alltaf nefndir og ef mann rétt þá er Pétur alltaf nefndir fyrstur þannig að við höfum mjög góðar líkur til þess að dæma einmitt sem svo að Pétur hafi spilað sérstakt hlutverk á meðal lærisveinanna en þetta náttúrulega er líka tilvísun náttúrulega í svo 12 ættbálka Ísraels. Já, alltaf myndmálu þetta. Já, þannig að það náttúrulega er ákveðin symbolík þarna að því þetta voru mikið fleiri lærisveinar og fylgisveinar og stuðningsmenn og konur og fleiri náttúrulega í þessari Jesú hreyfingu og kölluðu hans en svo en bara þessi 12 en þessi 12 eru kannski þeir sem voru kjarnin plús síðan Páll postuli en Páll náttúrulega snýrist ekki til kristni fyrir en eftir að Jesú var krossfestur og handlinans var aldrei hluti á svona 12 en þannig er hann sem í fræðimenn hafa haldið fram að það er Páll postuli sem gerði kristindómin að kristindómi vegna þess að Jesú var ekki kristinn Jesú náttúrulega var bara gyðingur en þá er þetta áhugavert og sérstaklega áhugavert að þessi texti og þetta náttúrulega er megin löggilding kaþólsku kirkjunnar og svo las ég bók daginn sem var mjög áhugavert sem heitir Keys Over the Christian World þar sem að tveir fræðimenn fara nákvæmlega yfir í raun og veru alla texta sem komast í sem vísa í þessa löggildingu og þá fara og þetta alveg mikið þrekvirki því þá við erum að tala það að þeir fara í gegnum þá skjöl frá til dæmis eþíópísku kirkjunni sem þá á þessum tungumálum sem þau tala þar þeir fara í gegnum gömlu arameísku kirkjuna og tungumálum þar og þeir finna öll þessi brot sem eru aðgengilega í dag og svo mynd sem þeir byggja þar er að alveg frá upphafi hafi páfinn
í Róm eða biskupinn í Róm haft ákveðna sérstöðu innan kirkjunar. Einmitt. Að því síðan þetta það sem að gegnumsýrir þessa sögu náttúrulega síðan deilur það nákvæmlega hvað þýðir nákvæmlega þessi texti sem ég las áðan og hver staða páfa. Til dæmis páfinn á hann að vera einhver yfirmaður sem allir að bukta sig og beygja fyrir og hlýða eða hann bara svona fremstur meðal jafningja en samt, þú veist, með áherslu á jafningja og slíkt og það allir með sem eina megin ástofan fyrir þess deilum síðan réttruna kirkjunar við kaþólsku kirkjuna. Jú. Af því að auðvitað getum við sagt að því að þetta með Pétur og þessa biblíuteksta það auðvitað með svona hugmyndafræðilega eða textalega löggildingu sem hægt að tala sem við getum talað aðeins meir en náttúrulega það sem að páfinn auðvitað í essens er náttúrulega að hann biskupinn í Róm og það auðvitað stofnun sem að alveg ævaforn og alveg nær alveg aftur í sko áður en Rómaveldi varð kristnað eða ekki? Jú. Og í stuttumáli þá ertu með biskupinn í Róm og þú ert með biskupinn í Antíokkíu og þú ert með biskupinn í Alexandríu í Egyptalandi. Já. Þessir þrír voru svona þessir upprunalegu stórfiskar alveg í byrjuninni. Já, og Jerúsalem. Svo bætist auðvitað Jerúsalem við og Konstantínópel en kannski alveg í byrjuninni þá erum við náttúrulega að tala þessa þrjár og ekki sagt að þessi þrír biskupar gátu allir í krafti sko hvað ég segja, veraldlegs valds sko Róm náttúrulega Róm, höfuðborg Rómaveldis mjög mikilvægur staður skilur þannig að það eðlilegt að svo sem yfir kirkjunni þar fái vald og virðingu síðan ertu þetta með Antíokkíu sem var líka mikilvæg borg í fornöldinni sko á Sýrlandssvæðinu og gagvart vikstöðunum í austri og svona, það var mikilvægur staður líka. Algjörlega, og það líka í fyrsta skipti sem kristnir menn eru kallaðir kristnir. Einmitt, og svo ertu með Alexandríu sem náttúrulega Egyptaland sem auðvitað bara svona ákveðið svæðið út af fyrir sig sem auðvitað mikilvægt og allir þessi þrír sko gátu náttúrulega líka notað textan og hugmyndafræðina til þess að löggilda sitt vald en alltaf kannski þetta þetta öflugar stofnanir til að byrja með af því að þeir eru á mikilvægum stöðum skilur. Jú, en svo náttúrulega líka það sem líkill í þessu ástæðan fyrir okkur og Róm var síðan svona mikilvægur náttúrulega líka það að Pétur apóstoli var með tekinn á lífi í Rómaborg ásamt Páli og það engin ástæða til þess að draga það í efa þeir hafa verið teknir á lífi þar því ef hann hefði látist einhvers staðar annar staðar þá hefðu öllum líkindum risið upp allavega sögur þess efnis vegna þess að það skiptir náttúrulega svo miklu máli hvar kletturinn lést hvar fremstur og meðal eða mikilvægastur jafnvel og meðal lærisveina hvar hann hafi dáið, það mjög náttúrulegt og eðlilegt að það hefði einhvers konar hvað maður segja, kannski einhvers konar virðing verið veitt þá hins síðasta legustað en það gerðist ekki. En biskupinn í Antíokkíu gat hann ekki líka nota hugmyndafræðilegar rök eða trúarleg rök til þess að tengja sig við Pál eða Pétur líka kannski? Nei, það er alltaf spurning náttúrulega þá hvernig það hefði getað tengt sig við þá vegna þess að það sem skiptir sig máli er að þú ert síðan með óbrotna línu frá þá Pétri og þá til dæmis Páfans í dag. Já, hvaðan kemur hugmyndin að þú veist, ok, ef að Pétur fær þetta umboð þarna frá Kristi og þar eru með þessa symbolík með lyklana og þetta með kirkjuna sem mun alltaf standa af sér þarna helvíti og svona en hvernig getur biskupinn í Róm fengið eignarhald á Pétri frekar en einhver annar biskup? Vegna þess að Pétur lést í Róm og áður en hann lést í Róm og þá veitti hann arftaka sínum þetta umboð sem sé að veitti næsta þetta umboð og til dæmis ég á hlutdeild í þessu umboði sem prestur í norsku kirkjunni því það er ósleitin lína presta eða biskupa allt aftur til Péturs. Já. En ef hann hefði ekki dáið í Róm þá væri þetta umboð ekki svona skýrt. Nei.
það alveg óumdeilt að hann hafi dáið í Róm. Já, það eins og við verðum nefna, þessin það eiginlega, já, óumdeilt vegna þess að ef hann hefði dáið annars staðar, þá hefði verið náttúrulega svo mikil, þú hefur haft þér við bæði náttúrulega verið svolítið svona, hvað maður að segja, kínískir og sagt að þú hefur haft haga af því að tengja þig við umboðið eins og ef hann hefði látist í Antíókíu, það hefðu biskupar þar haft þetta haga af því að gera sér mest úr því, reisa kirkju við dánarstaðnum og eitthvað slíkt eða það hefur þetta rísið þá einhverja sögursagnir vegna þess að þú myndir vilja fara þangað sem hann dó, þú veist þetta ástæða fyrir því til það skiptir máli hvar stórmenni eru jörðuð því það myndast oftu þetta einhvers konar virðingastæði kannski kringum það Jú. Og þess vegna að það hafa aldrei verið neina aðrar sögursagnir en það að hann hafi dáið í Róm það mjög sterk rök þá fyrir því að það hafi einmitt átt sér stað og við vitum líka að það voru miklar ofsóknir á þessum tíma gegn kristnum mönnum og því einmitt talið að Pétur og Páll hafi látist í Rómaborg einmitt. En þannig að til dæmis katólska kirkjan hún heldur því fram að Pétur hafi verið fyrsti biskup Rómar Já. En hvað segja, fræðimenn kannski svona setja spurningamerki við það og nefna biskup eitthvað aðeins seinna því að þetta tók þetta tíma fyrir þetta embætti að myndast þetta biskupsembætti Þegar við skoðum aðeins kirkjuna eins og hún á þessum tíma eða hvað við segja þessa trúarhreyfingu nú voru að tala bara hérna á bara fyrstu öld eða eitthvað Já, ég get bara skotið inn að það talið allir með þess að Pétur hafði kannski dáið 64 eftir Krista í ofsóknum undir Nero Já og Páll Já Þú ert náttúrulega með þessi hugtök biskup, prestur djákni þetta eru hugtök sem voru notuð þarna þetta kannski hafa aðra þýðingu í dag heldur en við gerum þarna ekki biskup, það ekki hérna svona overseer eða eitthvað þannig Jú, það svona sá sem fylgist með prestunum og skipuleggur og það er eins biskupin sem náttúrulega vígir nýjan prest Nú ég að tala eins og orðið þýðir upprunalega í grískunni að þetta kemur náttúrulega, þetta eru orð sem voru til í grísku það ekki Jú, allt þetta grísk orð Espikosa eða eitthvað Já, episkopus held ég Episkopus, já og hérna og prestur, hvað var það aftur? Það var eitthvað pre eitthvað presbyter Já Þeir eru svona öldungur Einmitt, já og djákni var diakonos, eitthvað nefnir þannig að mann rétt og því það ekki þjótt, það er mann rétt þjótt, já minni mig, þetta er nú að munna það en Já og eins, þú veist, kirkja náttúrulega er líka eklesja samkunda þetta er allt þetta grískorð Já og þá byrjar að mótast þarna þessi stofnun þá biskupa og Rómabiskupin eins og við sögum, hann alltaf fær mikið vald hægt og rólega og það verður hérna þessi lína Já, en það eru samt getur maður alveg séð að það er samt menn er ekkert nákvæmlega sammála þetta hvers konar vald það er að vera eins og þegar ég nefndi þetta er hann einhvers konar faðir til dæmis ef við notum feðraveldið sem alltaf var mjög sterkt og er auðvitað mikið notað slíkt myndmál þú veist, er biskupin í Róm pávin, er hann einhvers konar faðir pappa því alltaf bara pappi þú veist, er hann einhvers konar faðir sem er litið upp til og allir bera virðingu fyrir og beygja sig undir vald föðursins eða er hann fremstur með jafningja en samt með áherslu á jafningja og við stýrum kirkjunni þá ekki þannig að þú sért með páfan efst sem síðan sendur út í tilskipanir heldur frekar ég að stýra kirkjunni þannig að þessi fremstu biskupar þá ég með Rómaborg, Konstantínópel Antíókíu, Jerúsalem og Alexandríu að þeir komi saman og eru með kirkjuþing sem ræða málin og þetta hefur verið tölur svona tókstreitu í kirkjunni við getum raunin sagt allt til dagsins í dag því menn er ekki alveg nákvæmlega sammála þetta hvert nákvæmlega vald páfan segja að vera En það er áhugavert að allir missi svo á þessum tíma þú veist ef allir miss biskupin í Antíókíu sem ef hann hefði getað byggt undir sig þú veist meira vald
þú veist, ef það hefði verið meira svona veraldleg þyngd sko í til dæmis Antíókíu sko, þá hefði hann örugglega geta líka notað, þú veist, hugmyndafræðilegar og trúarlegar ástæður til þess að byggja undir sjálfan sig heldur það ekki? Jú, ákveðinu leyti hann er sérstaklega geta notað til dæmis postulasögunu auðvitað þar sem til dæmis að tala henni fyrstu kristnu hafi verið í Antíókíu og þetta tengsl náttúrulega við lærisveinana þar en náttúrulega það sem náttúrulega mikilvægast í þessari sögu náttúrulega þetta dauði Páls þannig að Rómar biskupinn hefði alltaf náð á orðið fremstur ákunnuleitt út af því og plúsu þetta náttúrulega Rómaborg sem höfuborgin en síðan náttúrulega það sem sérstaklega gerðist þetta náttúrulega útþensla Íslams og það að Antíókía náttúrulega slegin út tiltölulega snemma og Egyptaland líka sigra þannig að þá Jerúsalem, Antíókía og Alexandria svo sem, þetta þarna út úr þessu og Konstantínópel náttúrulega verður nýja höfuborg Rómaveldis og patriarkinn þar var alltaf ef við orðum það sem svo undir hæl keisarans keisarinn var alltaf æsti yfirmaður þar og það áhugavert nú náttúrulega mjög stuttu máli en pávinn í Róm horfði alltaf til keisarans í Konstantínópel líka sem sinn verndara allt fram til þess að keisarinn var orðinn það veikburða og með það lítil völd á Ítalíu að pávinn neyddist til þess að horfa eitthvað annað og þá horfði hann fyrst til Franka til dæmis og Karla Magnús en þarna sjáum við náttúrulega hvernig svona þessi veraldlegu hlutir og pólitíku þetta að spila náttúrulega inn í algjörlega og náttúrulega mótar þetta allt saman og það auðvitað alltaf þannig að þú veist hver sem getur þú veist sagt, þú veist ég Messias eða eitthvað, ég Jesús endurfæddur og eitthvað svona en þú veist það enginn sem hlustar á það nema hann hafi eitthvað veraldlegt valda bak við sig sko og eitthvað svona veraldlega meiningu endur ósammála því hann sé með eitthvað almennilegt á bak við sig Jesú náttúrulega hafði ekkert veraldlegt valda bak við sig Nei, en ég meina það þú veist að biskupinn í Róm skilur hann hefur auðvitað gríðlega mikla löggildingu líka hann sé í Róm skilur sem náttúrulega þessi mikilvæga borg og svo náttúrulega það að patriarkinn í Konstantínópel verið svona merkilegur hefur náttúrulega það að hann svona nálagt keisaravaldinu algjörlega og ég held kannski að þú veist sko hann auðvitað verður til í þessu tómarómi sem við tala áðan skilur og það kemur nýtt sko veraldlegt vald inn í sem sko Frankaríkið og þú veist heilagur rómverski keisarinn og þeir búa til þessar sögur í kringum sig skilur sem að ef að múslimar hefðu tekið Ítalíu skagan þú veist það hefði kannski ekkert verið neitt páinu sinni skilur eða þá að hann hefði setið einhvers staðar annars staðar sko og hefði verið einhvern veginn öðruvísi alveg eins og biskupinn í Jerúsalem og Alexandríu skilur og patriarkinn í Konstantínópel ég meina hann var gríðarlega öflug stofnun á sínum tíma en eftir að múslimar tóku Konstantínópel þá náttúrulega það bara eitthvað svona frekar ómerkileg staða sko þannig sé, já og þá sjáum við auðvitað hvernig náttúrulega þessar veraldlegu sviptingar hafa náttúrulega gífurlega áhrif á páfa og þróun páfadæmis eins og til dæmis þegar við nefndum það að við erum með páfa í koptísku kirkjunni og ykkur síræðisku kirkju og að enginn sem veit hverjir þeir eru sko þetta svona spá í þessi tengslu við svona sem realisma og hvað heitir það, idealismi í heimspólitík og svona sko þú veist að þú getur alveg aðhelst það sko, þá skoðun til mér að þú veist að þín hugmyndafræði sem kannski frjálslyndi nú eða þú veist kommunismi eða hvað er sósíalismi sem þú trúir á og heldur að sé þið eina rétta og þú einhvern veginn sem þjóðarleiðtogi eða sem stórveldi breytir eftir því þú veist það er ein leið til þess að horfa á til dæmis heimsmál skilurðu að þú veist Bandaríkin sem stórveldi grípa inn í Írak og taka Saddam Hussein frá völdum skilurðu af því að það er kyrt áform af hugmyndafræðinu lýðræði og frjálslyndi og það er rétta síðan þá svona þessi realistíska nálgun sem auðvitað að segja að Bandaríkin bara stórveldi sem að gerir bara það sem að þau þurfa að gera til að viðhalda sínum stórveldis hagsmunum og svo búa þeir til sögur í kringum það og stundum passar það þú þarf alltaf að vera með ykkur að spunameistara sem búa til sögur þar
kannski, ég basically bara segja skilur að með þessu saman að þú veist að ég er að halda í fram skilur að það séu fyrst og fremst veraldlegar, pólitískar, efnahagslegar, hernaðarlegar ástæður fyrir því að þegar að páin segir skilur ég er hinn réttmæti arftaki Guðs út af þessum og hinnum sögunum sem þeir geta vissulega byggt upp í kringum sig, þá hefur það þyngd út af þessum veraldlegu aðstæðum skilur, á meðan hver sem er annar getur sagt það sama og enginn hlustar á hann af því að hann hefur ekkert valda bak við sig, ekkert pólitískt eða efnahagslegt valda bak við sig. Já. En það er svo líka mikilvægt að hafa það í huga auðvitað að kristindómurinn náttúrulega var fyrirlitin af Rómaveldi fyrstu árhundruð. Já. Og sérstaklega unnið gegn auðvitað kristindómnum og kristnir ofsóttur allt keisaraveldið og teknir af lífi og sakaður trúleysi vegna þess að þeir afneituðu gömlu goðunum Júpiter og Seif og allt það. Þannig að þess er náttúrulega líka mjög áhugavert að þrátt fyrir alla þær ofsóknir að það hafi kirkjan auðvitað náð að vaxa svona og orðið síðan hægt og rólega að unni það marga á sitt band að keisara svo sér hagi því að gera kirkjuna að ríkistrú og svo heldur hún náttúrulega bara áfram. Já. Allt fram á okkar daga samanber það, þú veist að ef páfinn segir eitthvað þá stoppar alveg heimurinn og hlustar þó að Stalin hafi spurt hvað er páfinn með margar herteldir að á sínum tíma þá er það samt alveg þannig ef páfinn segir eitthvað þá er alveg hlustað. Einmitt. En svo náttúrulega það er náttúrulega alltaf þannig þegar að eitthvað svona trúarlegar stofnanir koma fram að þetta er auðvitað að hafa og sérstaklega eins og með kirkjuna náttúrulega hefur auðvitað það mikil áhrif á auðvitað líf fólks samanbor það að okkar samtími náttúrulega gegnum sýrður af kirkjunni og nýja testamentinu alveg sama hvað mann finnst það eða ekki og okkar samtími náttúrulega óskiljanlegur án þess að horfa á kirkjuna allt bara í heimsýn, hvernig við hugsum hlutina, orðtök, hvernig við tölum, hitt og þetta. En þá auðvitað hefur þetta alltaf fléttast saman auðvitað, þetta veraldlega valdu auðvitað og alltaf verið freistingu auðvitað hjá bæði náttúrulega auðvitað páfum að freistast til þess að styrkja vald kirkjuna, endur að áhugavert að sjá það allir svo miðöldum, sérstaklega hámiðöldum, fer páfinn alveg út í það að verða náttúrulega bara veraldlegur konungur. Já. Með sitt páfaríki og kardinálinn voru bara prinsar kirkjunar og við höfum dæmi páfa sem leiddu heri og börðust en við höfum náttúrulega líka dæmi í dag eins og Frans páfa sem auðvitað hefði ekki viljað neitt slíkt og lifði náttúrulega algjörum meinlætarlifnaði og dóvíst með hvort það var $100 í bankanum eða hvað það var, átti ekki neitt. En það náttúrulega hefur þetta líka alltaf við tilhneigingu þetta líka til þess að nota kirkjuna að hinu í hitt og þetta því að það er auðvitað það vegna þess að kirkjan náttúrulega er það valda mikil stofnur í þeim skilningi hún hefur svo mikil áhrif. Jú. Kirkjan hefur nú fengið við förum aðeins aftur í upprunnan hún lítur að fengið töluverðan berundi báða vengi þegar hún er gerða ríkistrú í Rómaveldi. Konstantín mikli tekur upp trúna og Níkeuþingið hvenær var það aftur á 4. öld? Já, ég vil segja 341 en það var sniðugt að googla það. Já, það er svolítið mikilvægur atburður í þessari sögu þegar kemur að því að tala svona þetta páfavald eða ekki vegna þess að þar er 325 mætti nú að muna þetta allavega. Já, þar eru listaðir upp þessi 5 biskupar eða patriarkar eins og við fórum að vera að kalla þeir eða ekki Róm, Antiokia, Alexandria, Jerúsalem og síðan þessi 9 í Konstantínópel og þar er beinlíni sagt að páfinn sé fremstur meðal jafningja og hann sé í svona heiðurshlutverki og þar segja þeir líka að patriarkin í Konstantínópel eigi að helst að vera í svona öðru sæti vegna þess að Konstantínópel sé nýja Róm og hún sé svona eðlilega svona merkilegri en allar hinar en samt ekki legendary og upprunlega Róm. Nei, mitt. Og þetta fór svolítið fyrir brjóstið á Antioki og Jerúsalem og Alexandri var það ekki? Jú. En þarna sjáum við samt svona þessa mynd fara að skýrast þar sem að þú veist Rómarpatriarkin er
er svona í sérstakri stöðu og Konstantínópel patriarkin líka. Og maður náttúrulega sér það náttúrulega út af eins og af því sem hefur verið nefnt út af og stöðu Péturs og löggildingin og allt það. Og svo náttúrulega nálaðin auðvitað við keisarinn í Konstantínópel og meðan til að segja Jerúsalem auðvitað var ekkert mikilvæg borg nema bara að segja pílagrímsstaður. Nei, en svo klofnaði, var það ekki kirkjan koptíska kirkjan í Alexandríu? Já. Hún klofnaði frekar snemma frá þessu öllu saman. Jú, hún Var gerði það ekki í svona kjölfarið á þessu? Ég nefnilega þekki ekki þann klofning, ég er bara viðkjörna það. Og koptíska kirkjan er auðvitað mjög áhugavert fyrirbrigði en þann dag í dag það er mjög erfitt að segja til það hvað eru margir koptar í Egyptalandi en íbúafjöldi Egyptalands er held ég eitthvað 90 milljónir og egypsk stjórnvöld gera í því að telja eins fá að kopta og þeir geta af því þeir vilja að það séu svo flestir múslimar en það getur vel verið að koptar séu kannski svona 10-15% þjóðarinnar en þetta er alveg vel verið að það séu kannski allt frá ég veit ekki hvað maður skjóta hvort það séu 10 milljónir eða hvort það séu 15 ég held séu ekki mikið meira en 15 en allavega þannig að það er allir að æfa fórt kirkja og það er allir þeirra tungumál, koptískan sem er ennotu í dag það er næsta því sem kemst egypsku og híróglífum og slíku í dag. Nefnt, já. En það er áhugavert líka með þetta sko að því náttúrulega hugtakið páfir auðvitað, þú veist, í byrjuninni þá kölluðu þessi náttúrulega ekki páfa, heldur bara biskup og síðan patriarki en náttúrulega þú segði páfi, þetta er pappa, faðir biskupin yfir koptísku kirkjunni hann kalla sig held ég pappa í dag. Jú. Ég held það. Þeir eru nefnilega nokkrir sko og líka í einhverju síræðiskri kirkjudeild og hitt og þetta. Já. En það sem er líka mikilvægt að hafa í huga er sko að kaþólska kirkjan samanstendur í raun og veru af mörgum kirkjum. þar sem var langstærstir hluti og langflestir tilheyra sem sagt Rómarkirkjunni. En það þýðir þó til dæmis líka að núna við páfakjörið að það voru þarna einhverjum til dæmis kardínálar sem voru ekki í klassískum kardínálafötum og voru með þá til dæmis í svörtum kuplum og sem með skegg og okkur svona vegna þess að þeir koma þá til dæmis frá einhverju kirkjudeild frá Sýrlandi til dæmis sem viðurkennir vel að hvað var að segja forystu páfans en fylgja samt eigin liturgíu. Einmitt. Og það er einst úr með réttrúnar kirkjur sem viðurkenna páfan sem sinn leiðtoga en fylgja samt grísk réttrúna kirkjunni í liturgíu og okkur slíkt. En það er svo mikilvægt að gera sig grein fyrir því náttúrulega kaþólska kirkjan náttúrulega langstærsta trúfélagi í heimi, alveg gnæfi með höfuð og herðar yfir alla aðra og næri náttúrulega yfir allan heiminn og það náttúrulega gífurlegur fjölbreytileiki innan kaþólsku kirkjunar, alveg sko gífurlegur fjölbreytileiki. Einmitt. En þetta með þessar andstæður sem hvað við segja þessi núningur á milli páfans í Róm eða biskupsins í Róm og síðan patriarkans í Konstantínópel auðvitað. Þú veist, við sjáum það alveg frekar snemma að fara að koma fram og það eru þá náttúrulega veraldlegar aðstæður sem að spila þar inn í þetta sem vorum að tala um áðan. Já. Páfinn náttúrulega nýtur góðs að því að hann er hluti af Róm, hann lítur til keisarans í Konstantínópel og segir framan af sko en hann hefur samt þessa fjarlægð sem að gefur honum meira svona sjálfræði og meira sjálfstæði einhvern veginn. Algjörlega. Og síðan auðvitað vitum við að keisarinn í Konstantínópel auðvitað reyndi ofta svona hafa stjórnast fyrir það sem patriarkin var að gera og svona það var miklu, miklu samtengdara þar auðvitað. Já. En kannski byrja að verða svolítið svona andstæður þarna í viðhorfum manna til líka þessa hvernig það stjórna kirkjunni. Að því páfinn náttúrulega vill alltaf halda fram þessu sjálfstæði sínu. Já, og kirkjanu þetta berst alltaf fyrir sjálfstæði sínu en svo náttúrulega þetta vandamálið innan gæsalappa eða augrunin fyrir þetta verðlega valda er að þú er komið með stofnun sem er orðin auðug sem fólk hlustar á sem hefur mikil áhrif til dæmis er orðin bara stór landeigandi þá náttúrulega er gífurleg freistingu þetta fyrir ríkisvaldið að grípa inn í að hafa áhrif og þetta vil ríkisvaldið þá stýra því og við getum alveg sagt það við erum það hreinskýrin og sagt það til dæmis siðaskiptin siðbótin hvað maður vil kalla það þetta var mikilvægur hluti af því þetta var bæði að losa sig undan veldi páfans en ekki minnst náttúrulega að taka yfir eignir stærsta landeiganda samfélagsins sem náttúrulega var kaþólska kirkjan. Já, þetta efling ríkisvalds.
eins og bara það sem okkur konungurinn í Kaupmannahöfn ákvað að miklu leyti, auðvitað var hann jú trúaður líka og trúði jú því sem Lúther var að segja en auðvitað var þessi fjárhagslegi hluti spilaði þetta mikilvæga rullu. Sjálfsögðu. En ok. Og svo náttúrulega líka auðvitað eins með auðvitað mótun þá páfadæmis, þarna á auðvitað í fornöld og ekki minnst náttúrulega á ármiðöld. Þetta sé stofnun náttúrulega myndast að miklu leyti náttúrulega líka í þessu valda tómarúmi sem hægt og rólega myndast eftir því sem Rómaveldi veikist. Já, ég held að það sé þetta alveg náttúrulega líkilatrið í þessu. Algjörlega líkilatrið. Og náttúrulega eftir því sem að keisarinn í Konstantínópel náttúrulega hefur minna með Ítalíu að gera. Þú veist, það verður meira og minna að einhverjum útnára og svo missaður auðvitað völdin þar og ekki í standi til þess að verja páan. Að þá auðvitað verður páin auðvitað að einhverjum svona lokal stórkalli og síðan náttúrulega kemur nýr hvað við segja svona valdapóll sem þá náttúrulega í Frankaríkinu og þá erum við að tala 8. öld sem endar síðan náttúrulega með því að páfinn krýnir náttúrulega Karla Magnús nýjan keisari í vestrinu og þá ertu þetta komið með sko þá er þetta búið að snúast við sko, þá ertu ekki lengur með sko keisari Guð keisari biskupinn eða patriarkin og svo biskuparnir og prestarnir sko heldur ertu í rauninni komið með í vestrinu þá Guð páfinn keisarin og svo framvegis sko. Já, algjörlega. En þetta er náttúrulega rosalega áhugavert að þegar að Karla Magnús að þegar hann vill þessa krýningu og vill hennar titil að vera keisari að þú veist hvert leitar hann til þess að fá löggildingu fornaldar og þá leitar hann náður kirkjunar og að páfinn geti veitt á hann þá löggildingu það er ákveð einföldun að segja en það er samt það í mikilvæg hluti af þessu. Algjörlega. En var þetta ekki þannig að sem sagt þessi Pípinn hann var ekki konungurinn en hann tekur yfir Frankaríkið með aðstoð páfans og þá ertu í rauninni búin að búa til svona presidens þar sem að sko páfinn getur búið til konunga með því að hlutast til í pólitík og sem þakkir fyrir þetta sko þá hjálpar hann honum á Ítalíu að berjast við langbarða og gefur honum land sem að verður síðan að þessu páaríki og þetta er náttúrulega grundvallar atriði þannig að þessar hreyfingar þarna á 8. öldinni og mikilvægt og áhugavert að hafa það í huga að það páaríki er það allir með eitthvað fyrirbrigði sem stendur allt fram til sameiningar Ítalíu á 19. öld 1870 þegar að þarna sameiningar sinnar þá ráðast inn í páadæmið og leggja undir sig þessi Papal States og Rómaborg og páfinn síðan er lokaður inn í Vatikaninu sem fangi árum saman. En síðan tekur þetta við langt tímabil í sögu páfaríkisins sem að snýst svolítið svona samskiptin við þennan vestræna keisara og valdabaráttu þar á milli og svo náttúrulega dvínar tengslinu þetta við þá hinn austræna keisara sem endar síðan náttúrulega með klofningnum 1045 sem er svona hvað var það, 1042 eða hvað það var árið sem að er svona ef maður ætlar að setja eitthvað ártal á það þá getur maður nota það ártal sem að er þá tengt við atburðin þegar fulltrúi páfans í Konstantínópel bannfærir patriarkan í Konstantínópel og þar með allt hans hyski og þeir svara í sömu mynd og bannfæra páfan og allt hans hyski og það er náttúrulega þetta deilur sem hafa mjög svo litaðu tengsla þegar að tvekja kirkjudeilna og þá náttúrulega sjáum við þetta fyrst og fremst að þetta er veraldlegt valdabröld sem er að hafa áhrif að því að patriarkin í Konstantínópel villu að hans staða sé upphefð og nálega við keisaradæmið og allt þetta og páfinn er búin að vera að vinna í þessu tómarúmi sem hægt og rólega hefur myndast yfir mörg hundrað ár og svo alltaf koma líka inn ákveðin svona guðfræðileg vandamál samanber það að í vestrinu voru menn mikið að berjast gegn arianisma arianismi minnir að sumuleyti á Íslam hvað það varðar að það er áhersla á það í arianismanum að Jesú hafi ekki verið guðlegur heldur hafi Jesú bara verið maður og þetta er svo kristni sem allir germanir eiginlega tóku upp
þannig að katólska kirkjan í vestri var mikið að berjast við þetta og það hluta því okkur þeir skjóta inn þessu sem ber í filioque klausan það sem þeir segja halda að það sem þeir undirstrika þá að heilagur andi kom ekki bara frá föðurnum heldur líka frá syninum og þetta eitthvað sem fórbúðulega fyrir brjóstið á réttrúna kirkjunni sem ekki var að glíma við arianisma að sama leyti og því ekki sömu hvað maður segja sama þörf á því að hvað maður segja útskýra þetta í þaula og undirstrika hver guðfræðin að vera og þetta fór náttúrulega mjög fyrir brjóstið á þessum kirkjum en maður getur alveg sagt að þetta sé svona ákveðin smámunir en þetta snýst náttúrulega líka kannski svolítið svona guðfræðina sem þú ímyndað þríhyrning þá þú sagt að í vesturkirkjunni þá þríhyrningunum þannig að efst vinstra með föðurinn ég segjum að sonurinn sé efst vinstra begin og hægra begin þá Guð, faðirinn og svo punkturinn þá, eða hornið á þríhyrningu vísi niður heilagur andi þeir austurkirkja myndi ekki vilja hafa þannig heldur þeir myndu hafa föðurinn eða oddinn upp, þar faðirinn og fyrir neðan þá sonurinn og heilagur andi ekki vegna þess að það sem við undirstrykka þeir sé einhvern veginn undir föðurnum það er þetta hvað maður segja ákveð jafnrétti og heilug þrenning og allt slíkt þessi þrjú fyrirbrigði vinna saman en engu að síður ákveðin svona áherslumunur sem mikilvægt að hafa í huga já. Þannig að fyrst og fremst náttúrulega mikil einföldun það náttúrulega þetta veraldlega vald patriarkans í Konstantinópel veraldlega vald pávans í Róm og filioque klausan sem leiði til þess að þeir bannfæra hvern annan 1054 og það síðan eitthvað sem menn áttu eftir að díla við alveg næstu 900 eitthvað ár en það þetta búið að fjarlæga út af þessa bannfæringu og ef mann rétt að Francis páfi frekar en einhverju undan honum gerði í því þegar hann hitti patriarkinn í Konstantinópel þá beygði hann sig fyrir honum og kisti fætur hans til að undirstrika það að þeir væru jafningjar og það áherslan náttúrulega í kirkjunni í dag Já, þeir hafa unnið mikið í því að reyna að laga samskiptin og bara eitt dæmi þetta auðvitað líka að þegar að latínumenn lögðu undir sig Konstantinópel 1204 í fjórðu krossferðinni þá var náttúrulega stofnað svona kaþólskt patriarkadæmi þar og öllum kirkjum voru breyttar voru færðar yfir í kaþólskan sið og þessi rómversk-kaþólska patriarka staða þó svo hún hafi í praxis náttúrulega mist sitt vald þannig séð þegar krossfararnir voru hræktir úr borginni 1264 eða hvernig það var að þá var staðan alltaf til sem svona virðingarstaða allt fram til 1960 eitthvað allar aldirnar síðan þá hefur ykkur ítalskur trúarleiðtogi, ykkur biskup eða ykkur kardinál eða eitthvað haft þessa stöðu sem svona virðingartitil patriarki í Konstantinópel og þetta náttúrulega eitthvað sem náttúrulega var þyrnir í augum Grikkja þannig að þetta svona dæmi um eitthvað sem þeir hafa lagt niður til þess að nálgast austurkirkjuna náttúrulega á bara síðustu áratugum en það er svo áhugavert alltaf að sjá þetta er svo rosalega langa línur alltaf í þessari sögu það er náttúrulega eins bara þegar að lútersku kirkjurnar hafa verið að ræða við kálsku kirkjuna þá náttúrulega verið að horfa 500 ára aftur í tíman og vera svona bæta úr þeim mistökum sem voru gerð þá og ég held reyndar að það var ekkert bara patriarki í Konstantinópel kaþólsku heldur líka biskupsdæmið í Jerúsalem sem að þeir stofnuðu náttúrulega með í krossfararíkinu það var líka stofnun sem var til alveg langt fram á Einmitt. En þetta finnst mér náttúrulega líka ráðvert að þetta sýnir náttúrulega hvað þetta er ævaford stofnun og áhugavert náttúrulega hvað er óbóðslega mikil saga náttúrulega óbóðslega mikil saga pældi í skjalasafn Vatíkansins maður Já, það er nú margt flott þar kennir ýmissa grasa Já, það er alveg heilmikið efni þar það er einmitt áhugaverður sagfræðingur sem hefur fengið aðgang að því og hefur verið að vinna mikið og skrifað páfadæmi upp úr þá skjölum þar
einmitt. Ég las einmitt eina bók eftir hann sem fjallar sér þessa deilur Pávans við ítalska ríkið upp úr sammenningunni og allt fram að yfirtöku fascista og Mussolinis. Því það var Mussolini sem gerði samning við Karlsku kirkjuna og það sem leiti til þess að það var komið á þessum landamærum og þeirri stöðu sem enn þann dag í dag. Það var Mussolini að þakka að leysa úr þeim deilum. Og það er mjög áhugaverð bækur, ég man ekki hvað hann heitir sagnfræðingurinn, hann er auðvitað að googla og ég er með fleiri bækur sem ég ætla að lesa eftir hann, meðal annars einn sem fjallaði vitneskju Karlsku kirkjunnar helförina, það hefur verið líka mikið deiluefni, hversu mikið Pávinn hafi vitað eða ekki. Jú, þeir áttu nú hann að sinn hluti í að koma stríðsglæpamönnum undan eða ekki líka. Já, það hafi verið sögusagnir þess efnis og ég veit ekki hvað mikill fótur fyrir því, þannig að ég er einmitt spenntur að lesa þá bók og getum endur að tekið það fyrir eitthvað tímann. Já, ég vissi nú ekki að það verið sögusagnir, ég held að það væri alveg vita að þeir hefðu spilað rullu þar. Ég held að það séu meira sögusagnir. Nú. En ég veit ég er svona 80% vissum að það séu sögusagnir, en svona að þeir sé náttúrulega spurning hvað gerðu einstakir, kannski kardínálar eða biskupar hér og þar í Þýskalandi eða hvað það er og hversu mikið gerði Vatikanið sem stofnun með vitnesku páfa í því að hjálpa mönnum eða þá tala glæpi seinni heimsstyrjaldar og slíkt. En hann allan þessi sagnfræðingur sem hefur komist í skjalasafnið og fær að vinna upp úr hinum þessum gögnum. Og til dæmis að því við nú tala skjalasafnið, það er nú bara ég vil nú segja nokkur ár en náttúrulega þegar við erum svo mikið í fordöldurum í svona 10 ár liggum við eitthvað sem gerist í gær. En það kom allan fram einhver skjöl fyrir ekkert mörgum árum síðan þess efnis og sýndu þá fram á það að Pávinn hafi reynt að bjarga musterisrittarareglunni gegn Filippusi fríða. Veitu hvenær var það? Þetta eftir ég nú að muna föstudaginn 13. en ártalið Manst daginn en ekki ártalið. Já, það er vegna að það er ástæðan fyrir okkur á föstudaginn 13. ópadagur. Já. Þannig að ég googla bara föstudaginn 13. Templars 1307. Það hefur líka verið svona orðrum á þess efnis og verið svolítið í sögunni að Pávinn hafi þetta stungið í bakið það stungið musterisrittarann í bakið til sem komast í peninga og verið með svona drullusokka hátt eitthvað og unni með Frakklands, konungi Frakklands. En þessi skjöl þá sýna það fram á það einmitt hafi verið rangt. Þetta er bara svo gott dæmi áhugavert, við erum að tala mörg 100 ára gamla sögu og svo allt í einu getur dúkkað upp skjal þarna sem einhvern veginn veitu okkur allt það sín þá á söguna. Já, það er auðvitað eru náttúrulega líka örugglega í skjalasafni Vatikansins náttúrulega, þú veist, líka heimildir frá, eða þú veist, innkomin bréf auðvitað frá örugglega öllum heimsóknum meðal annars eins og frá Norðurlöndum og svona. Já, algjörlega. En allavega ef við hverfum aðeins til miðalda, miðaldapáadómurinn er náttúrulega svona ákveðin, sérstakur kafli í sögu páaríkisins auðvitað, það sem að náttúrulega páakirkja náttúrulega kannski nýtur svona mest veraldlegs valds og þá erum við þetta á hámiðöldunum sem að við sjáum að það eru miklar, oft svona valdabrölt svolítið á milli heila rómverska keisarans og pávans og það er svona endar yfirleitt með því að pávinn er ofan á, frægasta dæmið þetta er skriðingadeilan skriðingadeilan á 11. öld var það ekki þegar að keisarinn þurfti að bíða út í 3 daga perfektur og biðast fyrirgefningar á því hvernig hann lét gagnvart páfanum og fleiri dæmi þetta sem að páfinn gat haft áhrif á málefni konunga til dæmis í Frakklandi og Englandi eru dæmi það sem að hann er að hreinlega setja af konunga, er það ekki? Með því að segja þú ert ekki, við lítum ekki svo að þú sett réttmætu konungu lengur og þú veist og þá hlusta allir á það einhvern veginn getur þá sagt við óvinnin eins og í Englandi að nú er góðu tími til að ráðast á því að það er ekki réttmætu konungur við völd til dæmis til dæmis að þetta er náttúrulega svona vald sem hann hefur þarna og svo ertu þetta með
umbótarhreyfingar, þú ert með kirkjuvaldstefnuna, þú ert með gregoriansku endurbæturnar sem að snúa að því svona að efla þetta páfavald og þá erum við að tala um hámiðaldir og þá var mikið sóttu þetta til fórnvalda Rómaveldis og til dæmis Rómaréttarins Já. Þetta áhugavert náttúrulega lagakerfi og lög Rómaveldis litu þetta kálsku kirkjuna samanber það að það náttúrulega það alls ekki sjálfsagt að það sé hluti af heimsinn manna að það sé til ykkur stofnun sem geti sett þeim lög að því ef þú hugsaðir sem svo sko, það hvað var að segja ef horfið til dæmis á okkar forfeður þá og svona germönsk lög til dæmis þjóðveldið og það er fyrst og fyrst þjóðveldið sem við höfum sem dæmi en svona almennt lög eru náttúrulega eitthvað sem hafa þróa svona hægt og rólegur með siði og venjur þannig að til dæmis með ennþanda allir með í dag að mikilvægt er grundvallaratrið í breskri löggjöf það eru síður og venjur það að geta bara sett lög og breytt lögum og nú skiptum við bara út og núna þetta svona það ekki eitthvað sem alveg gjörsamlega sjálfsagt það þarf náttúrulega ákveðna þá löggildingu þú ert á að undirbúa menn fyrir það að samþykja slíkt undirbúa þá hugafarið á heimsýnina og breyta heimsýninni og kátólska kirkjan náttúrulega sóttu löggildingu þá til með Rómaveldis og þessa vald sem keisarar höfðu sem keisarar gátu sett lög en meira segja þar sem að ákveðin vandamál því þó að keisarinn gátu sett ný lög þá gat hann oft á tíðum og allan að framar ekki afnumið lög þannig þess vegna fengu menn oft allan að flækjur þegar það var komin sko fullt af mismunandi lögum og hvað lög giltu og slíkt og þess vegna voru menn þá að safna saman hinn og þessum úrskurðum í svona lagabækur og slíkt en kátólska kirkjan náttúrulega þetta myndar hvað var að segja svona heildræna ramma utanum allt þetta og þróar utan þá þessa réttarvitund og lagakerfi sitt og þetta auðvitað hefði bein áhrif á réttarkerfi veraldlegra ríkja og til dæmis í okkar réttarsögu þá eru þetta kaþólsku réttur og lögfræði auðvitað grundvallar atriði og eins og til dæmis hvað við segja refsilöggjöf hvers konar náttúrulega sækir mikið af sótti til dæmis á 17. öld og fyrr sóttu til dæmis í biblíuna og rétt að gera kirkjunar þetta náttúrulega voru oft á tíðum líka þannig að prestar náttúrulega bæði voru hvað við segja, prestar þá fulltrúa kirkjunar en líka fulltrúa veraldlega valdsins og til dæmis í Noregi voru náttúrulega prestar embættismenn allt fram til hvað ég held að 2000 og eitthvað opinberi starfsmenn og embættismenn og þú þarft ekki að fara lengra aftur en allavega á 19. öld þá var nú prestur með því að ákveða skatta og fylgjast með hinn og þessu á vegum ríksins Já og svo náttúrulega sko þú nefnir þessi kirkjulög sko eða þennan kanón af því að náttúrulega sko við vorum að tala líka eflingu páfavaldsins á þú veist hámiðöldum og hluti af því er svona mikilvægt skjal sem kemur af því Dictatus Papae sem frá 1075 þar sem eru færðar upp 27 svona reglur páfavaldið kannast ekki við þetta? Jó Dictatus Papae grundvalladokument sem að svona vald páfans fært í bókstaf eða þú veist, eins og lög sko og það til dæmis sko þú veist sagt þetta áhugavert sko punkturinn númer 22 sem að þeir segja sko að kirkjan hafi aldrei haft rangt fyrir sér og mun aldrei hafa rangt fyrir sér skilur við það þetta byggt á þessu sem við vorum að tala um alveg í byrjun með Mattíus og Guð spjalla það sem við talar klettin og Pétur þá segja þeir sko þú veist ég byggi kirkju mína og hún mun ekki falla fyrir helvíti sko eða eitthvað neð þannig og þá er raun að segja sko þú veist að hún getur ekki haft ránt fyrir sér af því að það stendur í ritningunni
skilur Þetta þannig að páin og kirkjan segir ekki að þeir hafa haft rangt fyrir sér í, hvað við að segja, deilu við réttrúna kirkjuna eða síðbótina eða hvað það heldur það frekar það farið í mikra orðalega sem reynt frekar að leggja áherslu á blæbrigði og slíkt. Þetta samt svona þetta svo áhugaverð þessi svona rökfræðilega löggilding, þetta sem svo manst ekki þegar við vorum að tala hérna hver var Ágústínus eða hver var sem var að tala rökin fyrir því að Guð sé til, manstu að þú veist, Guð almáttugur og fyrst hann almáttugur þá getur hann ekki verið til af því þá hann ekki almáttugur ergo hann til, eitthvað svona sko man ekki hvað hann það kom en þarna skilur þú veist það stendur í ritningun og ef þú trúir því að þetta sé heilagt skilur bara, það það útgangspunkturinn auðvitað að þetta sé 100% rétt sem stendur þarna þá verður að ganga út fyrir að kirkjan mun aldrei falla fyrir helvíti eða þannig. Nei, og eins og til þess bara fyrsta reglan hérna staðanlega að kirkjan sé stofnuð af Guði einum. Já. Og það gífurlegur löggilding sem fylgir því. Já. Og það hér sagt líka að páin einn geti sett og afsett biskupa. Og prinsar skulu kissa fætur páans og hann geti sett af keisara líka. Það hérna klása númer 11. Og svo náttúrulega líka mikilvægt að hafa það í huga að náttúrulega hluta því af hverju páin í Róm gat tekið sér þetta vald og náttúrulega var sú hugmyndu að vald konunga og keisara kæmi frá Guði og páfinn þá auðvitað sem kannski æðsti staðgengill við köllum það sem svo staðgengill Guðs hér í þessu veraldlega lífi þá hlýtur hann náttúrulega að hafa ákveðið vald yfir því. Jú. Svo segir hérna líka í númer 26 að sá sem ekki kaþólskur að sá sem er ekki í góðbókinni hjá Rómarkirkjunni að hann verður ekki álitið þann mann sem kaþólika eða sem kaþólskan, það að segja sem trúaðan mann eða kristinn manni, svo það örugglega verið að meina með orðinu kaþólskur hérna. Já. Þannig þú verður að vera í sátt við páfan til þess að þú sért, þannig að þetta auðvitað þessi svona leið tilraun kirkjunnar auðvitað þess að búa til þetta svona uniformity, það sem allt eins og allt fer eftir alveg skýru hierarkí það sem páfan á toppnum. Já. Og þetta náttúrulega engin tilviljun að það á þessum tíma sem við tölum að páfavaldi sé á hápunktu sínum þetta. Algjörlega, og þessi hérna ég veit ekki hvað það universalismi, hvað kallar það alhyggja og það er ekki tilviljun að okkar nútíma gildi og hugmyndir sem eru svona lituð af ákveðin alhyggju komum auðvitað beint upp úr þessu mannréttindi gildum allan heim. Það kemur náttúrulega það er bein áhrif frá þessu og sín kirkjunar, þú veist, kirkjan náttúrulega næri yfir allan heim og allir mennur skapaðir í mynd Guðs og þú veist, þessar hugmyndir náttúrulega hafa gegnum sýrt náttúrulega okkar samfélag allt til dagsins í dag. Og eins áhugavert, þetta er alltaf benda fræðimenn á það að fyrir marga er það kannski framandu að grunnlöggildingin og vald konungs eða veraldlegs fursta eða herra komið frá Guði en það sem hefur gerst í okkar sem heimsluta er náttúrulega ekkert annað en að þú bara skiptir út einni trú fyrir aðra, þú skiptir út kannski trúni á Guð og Guð sé grunnurinn á bakvið löggildinguna og þú ert alltaf komið með fólkið. Og við getum alveg sagt að í lýðræðislegu samfélagi þá er svo að fólkið, hvað sem það er náttúrulega líka ekkert annað en ákveðin trú þó getur þetta bent á einstaklinga en það er mjög áhugavert og þá sér man líka þessar sögulegu framvindu og þróun þar svona hægt og rólega en það til dæmis vilji fólksins er náttúrulega bara ákveðin líka við mantra og trú í okkar samfélagi þú veist, það er það sem er grunnsteinn lýðræðisins en þú veist hvað er vilji fólksins. Já, það er mjög góð punktur, þetta er allt sögur sem við segjum okkur við búum til sögur til þess að útskýra okkar samfélag og þau gildi sem við höfum vilji fólksins eða vilji Guðs þú veist, same shit, skilur það er auðvitað náttúrulega neymina það hver túlkar þennan vilja fólksins líka
það sem er svo áhugavert eins og bara með með fasismi svo áhugavert fyrirbríði vegna þess að í fasismannum það er megin áhersla á vilja fólksins nema hvað að þú ert bara með einhvern leiðtoga sem hefur sérstaka burði til þess að túlka vilja fólksins hvort það sé Mussolini eða Hitler og það er náttúrulega einsuð kommunismannum og þú ert þar líka það vilji fólksins, það er fólkið en það er bara politbúróið eða hver það er sem á að túlka þann vilja. Algjörlega. Hörðu, já, allavega ef við förum að kannski fara að nálgast hérna seinni hlutan í þessari sögu það er máli að fara rauk fyrir því kannski að páfavaldi fari síðan svona fljótlega hvað maður segja, kannski að veikjast eftir, já við getum kannski sagt frá með 14. öld það byrjar auðvitað með ákveðinni svona krísu í katólsku kirkjunni þegar þú ert með antipáfa og Avignon páfana það sem er ákveðin svona krísa í páfakirkjunni þar sem að kemur tímabila sem að páfarnir eru mest uppteknir að því að vera bara í Frakklandi og vinna með innanríkismál þar og síðan kemur annar pái í Róm á sama tíma og tímabili verður síðan þriðji páin sem er í Pisa og svona sumir hafa talað um að það sé svona lágpunktur páfasögunar kannski það sem hafi verið kannski mesta krísan hjá þeim en það sem auðvitað gerist síðan á öldunum þar á eftir auðvitað er að við förum að sjá náttúrulega eflingu ríkisvalds sem náttúrulega veikir vald páfans á móti og það náttúrulega kristalliserast auðvitað í þessu sem þú varst að nefna áðan sem er þá náttúrulega siðbótin auðvitað sem að mætti alveg líta á sem ekkert annað en bara eflingu ríkisvalds. Já, og svo auðvitað veikist auðvitað veldi páfa ef maður horfir á hann fyrst og fremst sem veraldlegan höfðingja eða þessi völd sem hafa búin að ná þessi veraldlega höfðingja geta skipa fyrir keisurum og allt þannig og það auðvitað veikist mjög mikið en við getum kannski líka hort á það sem svo að frekar að það breytist eða eðli valdsins breytist því páfinn hafði ennþá mjög mikið áhrifavald samanber það að páfinn auðvitað var með sína erindreka megin þorra Evrópu og vann náið með til dæmis keisara Austurríkis Frakklands og settu þá pressu til dæmis á þessu katólsku ríki löggjöf það var kannski kirkjan sem hafði skólamál á sínum bókum og sá skólamál rak sjúkrahús allavega slíka svona samfélagsþjónustu þannig að kirkjan hafði og páfinn alveg gífurlega völd og áhrif alveg sem svo og þannig getur sagt að ég vel enn þann dag í dag hefur kirkjan gífurlega áhrif og sér þetta með þessi Bandaríkjunum það er ekki tilviljun ef við googlaði núna snögt að af sko hæstaréttardómurum Bandaríkjanna það var mjög margir af þeim verið kaþólskir og það er ekki tilviljun en er það ekki svo að segja af mörgum hæstaréttardómurum hafa margir þeirra verið hvítir eða eitthvað? Nei. Það er ekkert af því að þeir eru hvítir Hvað meinarðu? Nei, þú veist, er það af því að þeir eru kaþólskir? Já, vegna þess að kirkjan hefur haft sérstaklega áherslu til þess á menntun og unnið í því til þess að vera með öflugar menntastofnanir eins og til dæmis bara Notre Dame háskólinn í Bandaríkjunum sem er mjög öflug og mikilvæg menntastofnun sem laðar að sér mjög hæfileikaríkt fólk og kirkjan vinnur í því að hafa áhrif á stofnanir samfélagsins og vinnur markvisst að því að mennta fólk og hafa áhrif til þess að breiða líka út sinn boðskap. Þannig að þá til dæmis í landi eins og Bandaríkjunum það sem venjulega hefur verið litið til þess að niður á kaþólika, það fyrsti kaþólski forsetinn var John F. Kennedy þrátt fyrir það sem mikið kaþólikum í Bandaríkjunum og þá hafa verið merkilega margir kaþólskir núna og ég finn þetta ekki svona fljótt á liti hver eru kaþólskir núna en eitthvað af þeim sem eru Supreme Justices núna eru kaþólikar og það auðvitað hefur áhrif að því auðvitað eru þeir náttúrulega fyrst og fremst lögfræðingar og allt þannig en ef þeir koma frá kaþólskum bakgrunni auðvitað hefur það áhrif auðvitað á hvernig þeir dæma og þá ekki minnst auðvitað í til þess mjög heitum deiluöfnum eins og fóstureyðingum í Bandaríkjunum í dag sem ennþá er verið að tala Jú. og það sem ég er að benda á þá til þess núna er að páfinn hættir að leiða heri sína á vígvellinum en páfinn er ennþá með puttana til dæmis í
í uppeldisfræði og kennslustefnu þessar kaþólsku ríkja allt langt fram eftir allan að 19. öld jafnvel upp í 20. öld og kaþólska kirkjan náttúrulega en þann dag í dag rekur gífurlegt magn af skólum Það er alveg rétt. sem hefur heilmikil áhrif á fólk þannig að valdið breytist og verður meira þetta áhrifavald Það er alveg rétt, en náttúrulega siðaskiptinu þetta eru ekki bara það að eignir kirkjunar og veraldlegt vald kirkjunar veikist og ríkisvaldið hagnast heldur eru það þetta líka það að náttúrulega öll Norður-Evrópa og Bretland fara líka frá valdi páfans í trúmálum. Já, algjörlega. Og það lítur náttúrulega að hafa haft mikil áhrif á hans líka trúarlega andlega vald. Já. Eða kennjavald. Já, þegar það veikist út þegar hann missi þessi svæði en ég fann þetta hérna allir með þessi í dag að það var það 6 kaþólikar sem sitja á hæstarétt í Bandaríkjunum 2 mótmælendur og 1 gyðingur. Það er mjög áhugavert í það náttúrulega ekki nokkur samhengi við íbúafjölda Bandaríkjanna og trú Bandaríkjamanna. Nei, verður maður nú samt ekki að reyna svona gang út frá því að menn sé nú kannski ekki að dæma endilega eftir sinni trúarskoðun heldur meira svona eftir hvernig lögin eru og svona. Jú, við veitum dæma eftir hvernig lögin eru en það en lögfræði mjög huglæg að ýmsu leyti líka. Já. Það alltaf huglægt mat líka og það skiptir miklu máli þess að breytast allt í einu hugmyndinu og eins og byrjuð þessi Bandaríkjunum Hæstiréttur Bandaríkjan hefur alltaf aðra stöðu og vald en það sem að forsprakkar byltingarinnar höfðu í huga á sínum tíma og þeir myndu snúa sig við í gröfina þeir myndu sjá hvernig Hæstiréttur orðinn og hvað hann grípur oft inn í á meðan að það kannski verið benda á það sé jákvætt og sért með þetta þriðja vald sem að grípa inn í og hafa áhrif á löggjafavald og framkvæmdavald en því þú ert náttúrulega svo oft með en við sjáum þetta líka náttúrulega bara í dómum eins og hjá okkur það alveg ástæða fyrir því að okkur einhver dómur fyrir svona í héraðsdómi en síðan honum snúið í Hæstarétti Já að því þá náttúrulega þú ert alltaf með mannlega þátt að þú ert að túlka eitthvað hvað þýðir nákvæmlega þetta og svo ertu með eitthvað svona grásvæði jú. Og þegar þú ert alltaf með stofnunum og þetta ekki eitthvað samsæriskenningar en eitt þannig en þú ert með stofnun sem upptekin af stofnunum samfélagsins og ekki að hugsa bara einhver örfá ár fram í tíman heldur að hugsa kynslóðu fram í tíman svo kaþólska kirkjan gerir kaþólska kirkjan ekkert að spá í nákvæmlega hvað gerist þetta 5 ár eða 10 ár kaþólska kirkjan líka spáði í sem gerist þetta 500 ár og þetta er svo ævafort stofnun þá auðvitað leggur sérstaklega áherslu á það auðvitað að eins og til dæmis með jesúítana að þú setur menn í raungareinar og mennta allir með prestana þeina í raungareinum og til dæmis það þannig í dag að megnið af þessum kardinálum og mikið af prinsum kirkjunar, þetta hámenntaði menn með doktorsgráður og ef ekki einar jafnvel 2 og það ekki tilviljun, það náttúrulega líka vegna þess að þeir eru að breytast auðvitað líka með samtíðis andanum það sem náttúrulega ákveði valdu og í menntun, við náttúrulega lítum þetta upp til þeirra sem eru mikið menntaðir og hvað þá þegar menn eru með kaþólska presta og nunnur sem eru með doktorsgráður í efnafræði og eðlisfræði og hvað það og kirkjan náttúrulega sem stofnun hugsa þetta og þetta náttúrulega líka birtingament þess að áhrifavald sem kaþólska kirkjan hefur í dag menn íslenska þjóðkirkjan ekki með neina menntastofnun prestar íslensku þjóðkirkjunar þeir þurfa bara gangi háskóla Íslands og þar það háskólinn sem stýrir þannig að innihaldi þetta ákveður einföldun hjá mér en það ekki megin áherslan, það ekki kirkjan sem segir við háskólan, ég vil að þú kennir prestunum okkar svona Nei. Og það mikill munur þar á Það mikill munur þar á, já Það góð punktur Og ég ekki að segja að annað sé mögulega betra eða verra heldur kannski frekar að það eru auðvitað kostur og gallar en mér finnst allavega mjög áhugavert síðan þegar maður horfir á Bandaríkin að því ef ég googla líka bara þú veist hversu stór hluti Bandaríkjanna eru kaþólikar og þá segja hérna í gervigrindin hjá Google segja 20% íbúa Bandaríkjanna sem kaþólikar Já Það samt alveg ótrúlegt þá að 6 hæstaréttardómurum af 9 hæstaréttardómurum eru kaþólikar Já Það ótrúlegt Já, það og það ekki bara þetta sem ég held ekki að það sé bara einstök tilvíðun þú finnur þetta líka annar staðar Þetta svona eins og þú segir að það sé svona háprósent að Nóbelsverðlauna hafa sem eru gyðingar og annað svona
Já, einmitt. Náttúrulega fólk sem hefur lagt mikla ársluta á menntun og bókmenntir. Jú. Þetta er auðvitað áhugavert líka í ljósið þess að núna eru náttúrulega komið bandarískan páfa sem er náttúrulega svolítið áhugavert að spá í því. En ef við klárum aðeins þess að umræðum sögu páfaríkisins og svona, fyrir nú kannski að fara að ljúka þessu hérna fljótlega. Já. 19. öldin, að því auðvitað sjá við svolítið svona ris og fall veraldlegs valds páfaríkisins eða páfans. Þetta nöðlega endaratni sem við tölum áðan 1870 þegar páfinn missir síðasta bitan af sínu svona sínum beinu svona veraldlega valdi yfir landi sem svona landstjóri þegar þeir missa páfaríkin við sameiningu Ítalíu. Og mér finnst það að vera svolítið svona þemóta fyrir sig sem að ég hef alveg verið til í að sem við kannski getum tekið sérstaklega þáttum einhvern tímann, það er einmitt bara páfaríkin sem ríki sem bara svona hvernig því var stjórnað og hvernig sú saga var, og það er svolítið áhugavert að spá við því að þetta eru þetta mjög langlift ríki páfaríkið frá 8. öld og alveg fram á 19. öld og svo kannski auðvitað áfram náttúrulega í formi Vatikansins sem er kannski ekki alveg að sama auðvitað en svona svipað. Já. Vatikanin náttúrulega í dag þú tekit kannski með mikið af fólki sem býr þar í svo þekki það ekki alveg, en gerum ráð fyrir að margir sem að vinna þar búa kannski annar staðar. Já, einmitt. Og borga skatt til Ítalíu og svona líka. Einmitt. Og njóta nota infrastruktúrun og svona sem að Ítalía en náttúrulega það var öðruvísi þetta fram til 1870 þegar náttúrulega allt landsvæði þarna í kringum Róm var náttúrulega bara stjórnað af páfaríkinu beint. En það var mjög áhvert, ég mitt var á þessu svæði og til dæmis í Spoleto sem eru þarna bara 2 tíma norðan við Róm, það var mjög áhvert að fara til dæmis í stórt virki þar sem var einmitt byggt af einhverjum kardinála og þarna satt valda mikill kardináli og virkið þetta náttúrulega bara byggð sem hertaði mannvirki til þess að verja bæinn og yfirráðasvæði páfans. Já. Og áhugavert að vera að ferðast þetta svæði, það er mikið af virkjum og kostulum og varturnum og hvað það er sem náttúrulega bara var hluti af þessum veraldlega valdi páfans sem hann var bara svo hver annar konungur innheimta skatt og með sína hermenn og berjast og allt þetta. Einmitt, en það sem er áhugavert í tengslu við þetta, því nú erum við að tala líka, þú ert að tala náttúrulega þetta andlega vald páfans sem er öflugt og hélt áfram að vera öflugt í þessum kaþólsku ríkjum þó svo náttúrulega stór hluti af kaþólsku svæðunum náttúrulega hvarf í siðaskiptunum að því að 1870 eða það leiti þá er náttúrulega líka tekið ákveðið skref þar með lateranþingunum þar sem er tekið ákveðið svona tekið fast skref niður í átt að því að viðhalda þessu páfavaldi eða ekki svo fyrra lateranþingið þar sem að þeir bara styrkja þessa stöðu með það allir að það sem að páfinn segir sé óvéfengjanlegt og svo framvegis það ekki, rétt hjá mér? Jú, og öll svo rulla náttúrulega líka hvað við að segja við getum líka hort á það sem er alltaf óöryggi páfadæmis á nýjum tímum. Já, því það er náttúrulega að koma árásir frá þú veist, úr mörgum áttum á þetta veraldlega, ekki trúarlega vald náttúrulega í ljósið vísindabilding og annað slíkt. Og þá þar sem þau líka þá að hvað við segja, taka skýra stöðum með sínum þá kreddum og þá breytt stað kirkjunar á breyttum tíma. Það sem að þeir náttúrulega undirstrika þetta vald páfans en það er samt mikilvægt að hafa það í huga að þeir páfinn notar þetta vald eiginlega aldrei, það verður notað held ég alveg sára sjaldan. Já, það er að segja valdið til þess að það sem hann segir, hvað heitir það, hvað er hugtaki, latneska hugtaki, það sem hann segir í stólnum. Já, nákvæmlega. Ég man ekki hvað það var, en einmitt þar sem að þetta er formlegt fyrirbrigði þetta. Já, það er ekki ef hann segir, þú veist, ananas er góður á pítsu eða eitthvað, þá sé það óvéfengjanlegt. Þetta verður að vera eitthvað sem hann segir úr stólnum trúarleg málefni. Já.
og svo er líka mikilvægt að hafa líka huga að til dæmis Vatikan II sem var hérna meðja 20. öld, ég man ekki nákvæmlega hvenær, þar sem þeir til þess breyttu liturgíun og fóru yfir í þjóðtungurnar í staðan fyrir latínu og svona. Það er náttúrulega líka mikið bylting, en það hefur kaþólska kirkjan náttúrulega breyst alveg gífurlega síðastliðin 100 ár, auðvitað eins og allar stofnanir, en kaþólska kirkjan auðvitað breytist hægar en margar aðrar kirkjur og stofnanir. Og það er náttúrulega líka styrkur kirkjunar, en það getur lofaður því að ef mannkynið er til staðar eftir 1000 ára, þá er nú kirkjan ennþá hérna, allan kaþólska kirkjan. En þetta er áhugavert að því það er náttúrulega mjög margir núansar á sögu kaþólsku kirkjunar skilur þannig séð og það er auðvitað mjög margt hægt að tala í tengslu við það og þú veist bara mýmörg málefni auðvitað, en það sem við ætlum kannski auðvitað að tala kannski svolítið þessum þetta var kannski páfinn og svona sústofnun og hvernig saga þessi vegna þess að og mér finnst svolítið að þessari yfirferð einhvern veginn að þessi stofnun stendur ennþá mjög sterkt og hefur staðið mjög sterkt alveg frá bara frá fornöldinni og það er bara komin hérna heilan hring með það sem vorum að tala hérna upprunalega með fornöldina þó svo þetta kirkjan sem stofnun eða trúin sem trúabragð hefur auðvitað þróast og breyst líka og kannski öðruvísi heldur en endilega stofnun páfans það er það sem er svo fascinerandi með þessa stofnun einhvern veginn og það er þessi grunngildi einhvern veginn sem eru ennþá þú veist, á 20. öld og 21. öld sko allavega í gildi sem er þetta þú veist að það er þetta svona supremacy páfans er ennþá og þeir hafa ekkert svona þó svo í praxis hafi vald páfans vext þá þú veist, hefur hann alltaf staðið fast á sínu jafnvel hann 1870 þegar hann er búin að missa allt veraldlegt vald að þá er bara komið með nýtt sko og sagt bara þessi gamla klausa hérna að orð páfans sé óvéfengilegt það stendur ennþá og breytist ekki neitt sko. Nei. En hefur hann notað þetta eitthvað? Vist, á síðari tímum? Vist, mannst eftir einhverjum dæmum það? Nei, eina dæmi sem ég mann þetta er hérna Maria May og hvort þið munur rétt að hún hafi fæðst syndlaus. Það er eina dæmi sem ég mann eftir en það er, þú veist, 1800 eitthvað. Maður getur nú googlað. Var það þá sem hann greip inn í einhverja svona deilu eða? Já, því þetta er svona eitthvað túlkunaratriði. Þetta er eitthvað sem hefur verið sérstaklega mikilvægt í hérna Maríudýrkun kaþólika en hefur svo sem ekki verið mikilvægt fyrir aðrar kirkjudeildir, svona gróft sagt. En María May náttúrulega sérstaklega mikilvægt kaþólikurum og ekki svona mikilvægt hjá öllum en það haldaði fram að hún hafi verið, þú veist, einhvern veginn syndlaus og sérstaklega heilug hefur ekki verið eitthvað til þess að lúterskar kirkjur hafi verið að velta sig mikið upp úr. Nei. Herðu, áður við klárum þetta, nú þurfum ég að fara að dreifa mig, ég þarf að fara að sækja bíl sem er í viðgerð. Hvað er þitt take á þetta páfakjör? Já. Svona kirkjunar maður og vel lesinn maður. Nei, mjög aðalega komur orka að vera fljóttir að þessu því ég ætlaði mér nú að fara þarna og sjá reikinn og svona en tókst það nú ekki því þeir voru svo snöggir að velja nýjan páfa, tók það bara 2 daga. Það var reynt eitthvað að setja þetta upp í eitthvað svona pólitískar skotgrafir hérna við að mála hinna þessa kandidatana sem eitthvað. En það er það áhugavert að þetta hafi gengið svona hratt fyrir sig sýnir að það hafi verið sýnir auðvitað, það var þó mikill stuðningur þó við Leo og kannski svona arfleið Francis því ég held að Leo sé voðalega svipaður og svo svipaðar áherslur og það eru, hvað maður segja, kannski svona frjálslyndari áherslur en margir aðrir hafðu viljað hafa, þetta talar hann það sjálfur að hann vilji opna kirkjuna meira og gera hana aðgengilegri sem náttúrulega þetta bara mjög jákvætt. En síðan náttúrulega voru sumur að binda vonum við það að kemur kannski páfi frá Afríku, það náttúrulega er kaþólska kirkjan náttúrulega gífurlegum vexti í Afríku, þannig að þetta er náttúrulega bara tímisvegs mál hvernig það kemur aftur páfi frá Afríku en það náttúrulega hefur aldrei komið páfi sunnan Afríku, það náttúrulega bara verið páfi frá Norður Afríku. Já, þá erum við að tala bara á fornöldinni. Já, þá varstu með páfi frá Norður Afríku. Svo tölum við latínu bara. Já, einmitt. Það er áhugavert að sjá. Já, og náttúrulega erum við bara ítalir þetta. Þú hefur náttúrulega verið yfirleitt með ítalska páfa og svo í fornöldinu náttúrulega var þetta varstu náttúrulega með páfa sem komið frá svæðum sem er í dag Grikkland og Sýrland og eitthvað svona.
Já, en síðan náttúrulega miðöldum auðvitað, já, ítalskir og franskir náttúrulega kom hann að þetta Avignon tímabil þarna sem við töluðum áðan, það sem að voru náttúrulega mikið af frönskum páfum og þeir hrúðu kringu sig frönskum kardinálum og svona já, og síðan auðvitað á 20. öldinni ertu með pólskan páfa já. og síðan þýskan páfa Mhm. og síðan náttúrulega auðvitað gerist þessi stóru tíðindir, við fáum páfa frá nýja heiminum. Mhm. Ég veit Frans sem var hann ekki frá Argentínu og svo núna náttúrulega bandarskan páfa. Frans, Já. já það var að hafa Er ekki alltaf kalla, nei, er ég að rugla, Pope Francis. já, þetta var nú mikið kontroversi hérna þegar forsetin, náttúrulega ekki því að þú kannski fóð fram hjá þér en hún skrifaði Pope Francis og það var allt brjála, hann á að heita Frans á íslensku. Já, rétt út á íslenskunni. Ég er bara svo Já. líkt að ég er alltaf að lesa allt svona alltaf bara ensku. Það er svona auðvitað að hugsa Pope Francis en jú, það er þetta Frans páfa á íslensku. Það er gott að vera benda á þetta. Herri, Maður þarf að hafa þetta rétt. erum við að fara að vera góðir hér í bili með páfadóminn? Já, en þetta er svo brjálaslega mikil saga. Við fórum nú bara svona stikla á stóru hérna en þetta er ágæti spjall það. Og svo endilega ykkur áhuga á og vill heyra ykkur meiri smáatriði. Það var nú algjörlega að taka það fyrir. Ykkur til dæmis tekið fyrir hérna Borgiapáfann og svallið og hérna spillinguna í Vatikaninu. Einmitt. Það var náttúrulega að taka þetta við það. Það er nú ýmsar sögur sem, já, voru skrifaði niður og já, lifa enn þann dag í dag. Einmitt, það er eins að taka þetta. Við gautum hlustundur til að hafa samband með málefni hér til að taka fyrir hér í hlaðvarpinu og ef að hlustundur hafa annað fram að færa þá má endilega hafa samband við okkur á söguskoðun@gmail.com eða á Facebook. Söguskoðun.com er vefsíða þáttarins, það er hægt að hlusta á hlaðvarpið og einnig er hægt að nálgast hlaðvarpið á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Við þakkum það fyrir okkur hér í dag, það ekki Ólafur minn? Jú. Og snúum aftur hér í næsta þætti af hlaðvarpinu Söguskoðun. Verið sæl.